Komið heil og sæl og verið velkomin í Chess After Dark og Birkir Karl, við erum að detta í þáttnúmer, veistu það? 220. Já, svo talnaglöggur, þess vegna. Já, takk. En gestur Chess After Dark í kvöld góðvinur þáttarins, Arnar Gretarsson, fyrir atvinnumaður og landsliðsmaður í knattspyrnu og þetta einn af okkar færustu þjálfurum. Vertu hjartanlega velkomin. Já, takk fyrir að fá mig. Alltaf gaman að koma til ykkar. Já, alltaf gaman að fá þig. Þetta svona einu svona ári, fastu tími. Já. En okkar kannski rétt örsnögt að nefna eitt áður en við förum á fullt í sem þetta byggir. Já, einmitt. Við erum búin að landa samning við Serrano. Þetta búið að eiga sér langan aðdraganda. Fyrir fólki í landinu. Stífar samningaviðræður sem fóru í gang vegna þess að það vilja allir lifa heilbrigðum lífstíl. Það vilja allir borða hollt. Það hefur samt engin tíma í að elda alltaf sko. Nei. Og þá er gott að geta fengið máltíð á góðu verði. Rétt. Og Serrano, sko, við vildum endilega koma hollri vefju undir 2000 kallinn. Og gerðu það? Okkur tókst það. Það er komin 20% afsláttur á Serrano og það er kóðinn Burrito After Dark. Burrito After Dark. Það er rosalega kóð. Já, þannig að þið getið tryggt ykkur vefju á undir 2000 kallinum. En að þér Arnar Gretarsson, hvernig liggur á þér? Bara nokkuð vel. Já. Það er ekki eins og ég er nú tildulega slagur. Já, þú ert það, þú veist það. Sko, hvernig er að vera, við vorum að tala við Áslaug Örnu í síðasta þetta og spurum hvernig er að vera orðinn óbreyttur þingmaður, hvernig er að vera á þessum tíma árs ekki að drilla lið á undirbúningstímabili? Það verður bara sem það er svolítið sérstakt. Já. En stundum er líka gott aðeins að maður getur slett svona reflekta aðeins á það sem maður hefur verið að gera. Það sem gerist yfirleitt að þú lendir í svona sem maður lendi í sumar. Þegar maður fær svona reisupassan að þá fer maður alltaf svona lítið speilinn og hvað hefði ég geta gert betur og endurskoða hluti og það er oft bara rosalega gott og maður lærir oft mest á því að svona lendi í setbacki eins og maður getur kallað það. Að þá fer maður í svona endurskoðun á rosalega margar hluti og kannski þegar hluti ganga svona tiltölulega vel eins og ég er svo sem ekki verið að vinna mikið að titlum en þegar það hefur gengið tiltölulega vel að þá eru menn kannski ekki endarlaust að fara tilbaka og spóla þó maður gerir alltaf upp tímabil. Ég var alltaf vanum á það að eftir hvert einasta tímabil þá fæ ég teimi sem ég vinn með að láta það reflekta á tímabili hvað hefðu við geta gert betur, hvað eigum við að skoða ef að breyta ykkur og allir að gera þetta í sínu horni og svo tökum við það saman og ræðum. Og mér finnst það mjög svona gaglegt, þú ert bara rínandi gags, hvar getum við bætt okkur og líka ég held bara í bæði fyrirtækjarestri og fótboltarestri, þetta er þessi marginal gains hér og þar, hvar getur við bætti aðeins og það er yfirlega það sem skila manni kannski þessum litla ekstra til þess að fara úr öðru seti kannski í fyrsta. Já. En bara að því sögðu þá hefur mann alltaf bara verið að svona fara yfir þessar hluti en það er náttúrulega komið smá tími síðan þannig að þá er maður náttúrulega bara svona eins og þið viti líka að það er ákveðin gluggi á Íslandi í þessari þjálfun sem er í kringum október þegar deildirnar ljúka sérstaklega efsta deild lengi deildir líkur aðeins og undan en þá ofta tíðum verða einhverjar hreyfingar en það var svona tiltölulega lítið núna rólegt núna óunnið lítið en það var eitthvað en það fór ekki í gegn þannig að nú er maður bara svona maður þarf að svona skoða bara í kringu sig og það er bara eins og það er. Ég var einmitt að hugsa fyrir þátt sko, þú veist, ef ég væri þú sko væri maður að horfa á bestu deildatöfluna og hugsa bara hver verður fyrsti reikinn en svo einhvern veginn er maður núna bara svona maður sér það ekki fljótu en eins og ég segi hlutur að breytast í fótbolta. Já, svo er spurning hvort að menn sé að horfa út til landsteinina. Já, svo er það. Við munum komast að því þessu þetta. Kannski eitt bara þarna Arnar Gunnlaugs var nú í viðtali á MBL dögunum sem talaði að hann var að kynnast fjölskyldunni sinni upp á nýtt. Tengirðu við þetta líka? Að vera ekki að djöflast alla dag? Já, en sko ég teki ekki alveg við nafna minn en það sem hann á við náttúrulega hann er með unga konu og hann er komið með ung börn. Já. Ég er að vísu með gömul börn þannig að þau eru farin úr hreiðrinu þannig að ég ætla nú ekki að segja ég sé að kynast konunni aftur en við erum nú þokkulega góð saman sko, þannig að við, eins og þetta nú hefur verið undanfari síðustu 2 ár hjá mér hjá Val að þá æfðu alltaf á mótnana sem er alltaf rosalega fjölskylduvænt að þýli til
að þá ertu með kvöldin yfirleitt með konniðinni Já. en fyrir utan þú ert komin í helgar og annað, fótbolti náttúrulega ekki Þetta 24/7 vinna, það ekki? Jú. Þú ert alltaf að hugsa um þetta? Já, og svo það líka þannig að veist, eins og menn ofta að tala þú ferð á æfingar, eins og þetta var mjög mikið á Val, þú ert að koma hérna rétt fyrir 9 og svo ertu 1, 2 kannski og stundum aðeins lengur að fara, en svo endalaust eitthvað, veist, það símtöl út að hitta ykkur og það eru fundir og það stoppar ekkert og það bara partur af því að þú ert í fótbolta, hvort sem þjálfari, yfirmaður íþróttamála, formaður, stjórn eða einhverju sem eru tengdir framkvæmdastjórar og annað, að það rosa erfitt að segja bara, heyrðu, vinnan búin, vinnan 5 ég bara farin heim, bara síminn og silent maður hefur nú heyrt nokkuð dæmi það að menn með síminn og silent og mistu góða leikmenn þannig að þetta fylgir því að vera í þessu varðandi að kynnast fjölskyldinni, auðvitað hefur maður meiri tíma núna og maður komin aðeins í svona annar hlutverk þannig að, og það bara þeir sem þekkja mig að ég svolítið erfitt að svona setja kjur þannig að þá finnir maður sér alltaf eitthvað og maður hefur nú lent í þessu áður að svona að missa starf og vera eitthvað smá tíma, þá yfirleitt fer maður að gera eitthvað, maður tekur alltaf eitthvað í gegn eða málar húsið eða maður þarf að hafa eitthvað fyrir stafni og það held ég að sé rosalega mikilvægt bara í lífun að vera með einhverja rútínu það bara, ég allavega ekki að sofa til hátegis og horfa til 3-4 á nóttinni maður komin upp í fyrir 11 og bara með sömu rútínuna Ertu eins og Gary Neville, skilur ekki okkur fólk að halda upp á áramótin og eða ekki að rútínuna? Ég kannski ekki alveg það ég ekki alveg þar mér finnst alveg gaman að hafa gaman maður er alltaf sagt að maður þarf að læra að þú ert í íþróttum að finna momentin hvenar þú getur farið svona all-in, auðvitað segir maður alltaf við unga drengi að þú getur sleppti að vera í áfengi og öllu þessu miklu betra að sleppa því og geta skemmti bara verið í klaka þá það helviti fín en þess að það betra og svo það náttúrulega bara þannig að þú ert íþróttamaður þá bara næringa svo að tala rosalega mikilvæg og svefnin þannig að þetta tvent, ef það ekki í lagi þó æfir eins og brjálæðingur sem að setja bara besti íþróttamaður þú æfir en þú borðar drasl og ert bara í áfenginu og sefur illa nærðu aldrei alveg árangri ekki segja mig, ég er búin að svo duglegur rættinni maður Ég held þú verð ekki aðtunum Já, herru, eitt árum við höldum með þáttinu Autocenter, lentið þú í tjóni? Þá var fyrst að skrifa bóka tíma í tjónaskóin í Autocenter eitt sem ég ætla að segja legur, það gott að vita þeir eru vottað Kapas verkstæði og þeir gera við fyrir öll tryggingafélög og það áralöng reynsla Já, Autocenter, ég hef betur farið með bílnars pappa þangað ég á ekki að vera að segja frá þessu en ég fór með bílni í skoðinu fyrir mér Herru, stórt í dag með frumri Sjástu það? Orri Hlöðves, ekki fórstjóri lengur Orri stjórnarformaður Það svoleiðis Changing of the guards Og hver tekið við? Jóhann sem var fjármálastjóri En hann verður ennþá Já, það, hann frendi Áskildir Já, Þannig að þetta góðum höndum en þá Já Annars Orri aldrei farið Hún tekið sem væntum þetta Já, frumir aldrei farið skoðum þar venjulega byrjum við þættina á fréttum vikunar En við erum með knattspyrnuþjálfara í setti bara þarna hvetjum alla til að fylgjast með meiri hluta viðræðunum í Reykjavík, það skemmtilegt það verið að fara að kveikja í þeirri borg gott að búa í Kópavogi Ég var einmitt að hugsa þetta eru fréttir Sósíalistar, VG, Píratar, veistla framöndan hjá Reykjavík, við Arnar erum góður í Kópavogi Já, þú ert í Kópavoginum Ég er í Kópavogi Þú líður bara vel þar Ég er ekki að vera reyða Nei, við erum ekki að vera Reykjavík en ég get lofaði því Herru, byrjum bara á kjötinu byrjum á að fara yfir við erum með góða heimaðuranda Arnari, þetta verður veislu þáttur kæra hlustendur, spenni beltin byrjum bara á Val, þú mættir auðvitað til okkar fyrir ári síðan þegar síðast tímabil var að hefjast hvetjum bara alla hlustendur til að taka þann þátt við kannski verðum með alveg sem þegar við vorum með Jónáskeið síðast við erum með fókus á því sem gerist á eftir þann þátt sem við þá fyrir ári síðan fyrsta spurning núna getur þú sagt meira að þú ert ekki bundin Val þegar þú komst til okkar fyrir ári síðan þú varst komin leikmenn Gylfi Þór Sigurðsson, Bjarni Mark, Jónatan Ingi Bjarni Guðjón Brynjólfsson, Gísli Laxdal Jakob Frans, missir Hlyn Frey, Andra Rúnar Birgir Heimis, Haukur Páll hættir verið aðstoðarþjálfari Varstu ánægður með liðið sem þú fórst með inn í Íslandsmótið í fyrra? Já, fyrir síðast tímabil Já
ég var mjög ánægður með hópin en auðvitað það þannig að ef við tölum bara reynt út svona að það sem skiptir líka máli, veist, það ekkert aðalatri að því að það búið að tala svolítið mikið 3 liðin sem voru með elstu liðin, ég held að það sé Breiðablik það Víkingur og það Valur, ég held að þetta hafi verið 3 elstu liðin og ég held að þetta séu 3 liðin sem voru í 3 efstu sætunum, þannig að en það sem raun og veru lykilatriði, það ekkert mála að sæna gamlan leikmann eða leikmann sem komið til ára sinna svo framanlega sem hann góður í skrokknum, en þetta þarf mann alltaf að skoða, það kannski eina sem maður hugsa svona í svona kíkir á baksinni í spegilin að of margir leikmenn hjá Val, frábæri leikmenn en eru svona líklegir að meiðast og eru mjög líklegir að detta út í langan tíma. Injury prone. Já, það svolítið og þegar þú ert með, við tökum bara bæði árin sem ég var hjá Val, heilt ár 23 og svo fram að ágúst 24 að þá ég rosalega basli með varnar bæði árin. Ef þið kannski muni eftir 23 þá spilaði Birkir Heimis í hafsend, Hlynur Freyr í hafsend og það var Haukur Páll í hafsend þess að Orri Sigurður var meiddur alltaf tímabil, Elli meiðist eitthvað dettur út, Hólmar mikið meiddur til að byrja með og svo þegar komið inn í þetta þá náttúrulega komið Jakob Frans Hlynur Fer og við erum með Hólmar og við erum með Orra Sigur og við erum með Ella, við erum mjög vel svona, og svo Þorsteinn sem fer á lán til HK, ungur og efnilegur strákur sem þeir eru búin að selja núna, að þá getum við sagt að við erum í góðri stöðu, en svo það þannig að með í ákvörðum stöðum í fótbolta að þá ert ekki mikið að hreyfa við getum sagt að það sé aftasta línan og kannski djúpið með maður, þú ert ekki að hreyfa það mikið og þú vilt að þessi leikmenn spili allar mínútur sem þeir geta, nema bara þú þarft að gera það út af þreytu eða leikjaflæg og þá viltu kannski bara hvíla einn af þeim, en maður horfir bara álægi hjá Liverpool og annað, hann alltaf með fyrir þetta núna FF kannski ekki gott ekki gott en enda hann fekk svolítið á baukinn mér fannst þetta skrítið, þetta FA Cup hann vann mat Champions League já, ég bara sammála því mér fannst þetta að vera rosalega djart hjá hann hann var bara munga stráka þarna en allavega, við snúum okkur á Val ef við tökum bara, að eins og ég var að segja, að aftasta línan og djúpi miðmaður skiptir rosalegu máli að geta spila á sömu og við erum með rosalega flotta gæja þar, en svo við erum með 4 flotta, svo kemur þjálfarateymið inn á okkur 2 sem þetta eru þínu menn sem þú ætlar að keyra á og það var fyrir tímabili í ár var Orri Sigurður og Hólmar og þeir voru og svo voru með flott backup í Jakobi Frans og Ella, en svo náttúrulega bara gerist það að á ákveðnum tíma dettur Hólmar aftur út í svolítið tíma og líka Orri Sigurður og þegar báður gera það á sama tíma að það erfitt og þegar menn segja já, en þú ert með alvöru gæja jú, ég með alvöru gæja Elva Frey og Jakob Frans, en það bara ekkert eins, það ekki eins, þannig að þegar þú ert með mikið af svona flottum leikmönnum, þá skiptir máli sérstaklega aftarlega og ef við tökum svo, við fyrir framar því að það náttúrulega verður enn meiri pressa þegar Gylfi kemur frábær drengur og frábær fótboltamaður, en hann ræður ekki við það ef hann fær svona þursabit eða brjósklús í baki eða var ykkur útbungun en hann spilaði samt og var gatt lítið æft en svona æfði og æfði ekki og misti leiki og var bara, getið ímyndað eitthvað hvað þetta hefur verið erfitt hann ekki vanur að vera með eitthvað svona, þannig að og það aldrei eins og hann kemur náttúrulega seint inn kemur bara rétt fyrir og svo lendir hann í þessu. Aron Jó var mjög mikið meiddur, var bara mjög mikið inn og út, var bara meiðist mjög fljótlega, ég man ekki á okkur æfingu bara, hann spilaði Blikaleikin þegar við vinnum hérna ég held að vera í 3. og 4. umferð eitthvað svoleiðis sem 5. umferð, það getur alveg verið það getur alveg verið við Gylfa Sigsjó eins og við kallum það en þá hann raun og annar löppinni þá hann búin að fara svo illa, hann búin að slíta Gylfi? Nei, hann Aron, já. Hann raun og búin að slíta innra liðbandið í ökklunum og
spilar þannig og eru í meðsla brasi svolítið mikið og ef maður horfir bara á meðslasögu Arons í gegnum tíðina þá hann mikill meðslakall hefur bara verið meðslakall og eftir svona eldir þá hef ég aldrei séð það að það batni, það yfirleitt versnar ef þú eldist og ert með mikla meðslasögu þá það ekki svo erum við annan mjög flottan leikmann Tryggvi Hrafn en hann líka svolítið, hefur verið svolítið meðslakall hrikalega flottur leikmaður þannig að samsetningin á hópnum mjög mikið það mikið gæði í hópnum mjög mikið gæði, ég sé ekki mörgli með sömu gæði ef þú tekur bara leikmann fyrir leikmann og bara allir heilir já, en það bara lykilatriði og það var ekki að gerast og þá getur sagt það minna mál að græja offensíva miðjumann, hann dettur út þá kemur bara einhver annar inn, kantmaður dettur út af því þar þú vilt róteita þar en maður horfir bara á bara út í heim og líka hér heima þessi liðsmaður við tökum Víking bara sem dæmi mjög algengt að hann öll fremsta línan tekin út af bara, og yfirleitt offensíva miðjumenni líka yfirleitt bara 3 teknir út á 60 mínútur og svo koma aðrir 2 þannig að þú ert að nýta breiddina ef þú ert með góða menn þannig að það minnamál þannig að samsetningin á hópnum var kannski ekki nógu góð en það svo erfitt að breyta en svo náttúrulega gerist annað á þessum tíma að við framlengt við ákveðna meðslapjesa þannig að það ekki mitt vandamál í dag en ég hefði áhyggjur á því í dag að vera með nú hópurinn búin að eldast og það eru allir þessi meðslapjesar áfram frábæri leikmenn en það lykilatriði í dag það ekki nóg að vera frábæri í fótbolta og getur ekki hlaupið það rauninni lykilatriði og svo gerist annað með því að spila leiki þá farið leikaæfingu og það kannski það að þú ert að spila sem hafsend þú getur verið svona heilt yfir góður í leiknum ef þú gerir 1 mistök eða 2 það getur kostaði leikin aftur á móti á miðunni ef þú gerir 1 mistök kannski framalega það kannski breytir ekki öllu en tilbaka getur það verið dýrt þannig að spurningin var ánægður með hópin já, ég var mjög ánægður með hópin en svo náttúrulega bara lendir maður svona vissi að það var ákveðin meiðsli árið undan, maður var svona vonast til að það væri ekki krónist en það gæti brugðið begge að vona já, en svo raunur gerist það bara að við lendum í því að við fáum bara rosalega mikið meiðsli, svo verðum við líka óöfnir Jónatan var búin að vera geggjaði framan á mjög flottur já, hann var geggjaði, svo gerist það bara eftir leikinu á móti Vestra við vinnum hann 5-1 minni mig úti á æfinguna eftir að þá fær hann boltan í tanna og eftir það hann bara stoltið off það gerist eitthvað með og hann fyrir út á móti Skaganum í stöðunni 0-1 eftir 20 mínútur og búin að vera geggjaður þá kemur eitthvað í tanna og nærinu allavega meðan ég var ekkert í líkingu við það sem hann hafði verið áður því hann var fann alltaf til svo alltaf verið að deyfa hann og þannig að það gæi sem var að spila frábærlega hann dettur út og þannig gerist akkurat í svona krúsjál við lendum í því, við missum hann, við missum Orra Sigurð og Hólma var þegar dottin út Gylfi dottin út Aron dottin út og þetta eru krúsjál leikir að því að menn horfa allir á leikmennina en menn eru ekkert að horfa á meðsla dóti þannig að því að ég veit meina það líka og ég hafi verið ánægð með það að Blikarnir eru meistarar fyrst að Valur gerði það ekki þegar ég var þar en þá vil ég meina það að krúsjál hluti þar raunir það Ólafur Eikrós sem var búin að vera geggjaður hann var raunir meiddur síðasta leiknum hann spilaði bara annarri löppinni ég fór á leikinn þegar Blikarnir unnu þá og það rosalega erfitt og svo náttúrulega missaðir Pablo Búnett sem náttúrulega algjör sigurveri þannig að það vófþungt en Víkingarnir voru rosalega flottir ef maður hugsar allt álæðið sem þeir fóru í gegnum fara í úrslit í bikar fara í úrslitaleik á móti Blikunum og gera svo frábæli í Evrópu en ég vil bara meina ef maður horfir þess að 2 hópa Víkingur og Val, ef við tökum þessa 2 þá vil ég meira fótboltaleg gæði eru meira í Val en það miklu meira lið hjá Víking það eru allir að hlaupa sömu átt allir tilbúin að brenna fyrir félagið og það svona meira svona, ég þarna til að vinna og það svona, fannst mér aðeins mér fannst ákveðnu tíma vera að koma en svo náttúrulega gerist þetta og svo náttúrulega það líka
þeirra sem stjórna að gefa svona að lesa í stöður hvernig hlutir eru og það, eins og við ræddum hér áður að það rosa mikið tala, það rosa auðvelt að segja hluti og bladra, menn veit ekki, það og ofta sagt bara, heyrðu, það leiðilegt þarna eða æfingarnar ekki skemmtilegar þetta hitt og menn eru bara fabulur eitthvað og menn grípa alls konar bolti á loft og þá koma alls konar eitthvað bull í gangi og svo í framhaldinu fara menn kannski að taka einhverjar svona drastískar ákvarðanir eins og þau eru töpum úti sko. En svo veit maður ekki þetta því að ég svo sem alveg sama í dag, veist, hverju það bara einhver ákvörðun sem tekin en auðvitað maður er alltaf sár skiljiði, því ég líka á þeim tímapunkti að ég stóð í þeirri meiningu og var fullviss af því að við myndum enda sem mestar ég hafði svo miklu að trúa því í ágúst líka? Já, og meiri þess að eftir að við duttum út og það var svolítið fyndið þegar þá var ég að labba upp að og ég var með kona mína á hótelinu sko, þá var ég að segja nú ætla ég að taka alveg pep-talk við strákana sko þannig að nú er þetta ævintýri búið og nú er bara deildin eftir og það er nóg eftir við erum bara 5 stigum, Víkingarnir er ennþá inni Blikarnir er 1 stigi fyrir ofan okkur við erum all in við erum eftir að fá menn inn úr meiðslum við erum bara eftir að vera betri þannig að en þá náttúrulega fekk maður bara kallið og sparkið og þá náttúrulega bara breytast hlutinni þannig að en svona að því að spurningin var með þetta með hópin og annað þá skiptir rosalega máli það þetta prone to injury hvernig hann er samsettur sérstaklega með ákveðna leikstöður og ég held að það sem að fær með reynslu með aldri það getur verið rosalega gott en þá þurfa líka leikmennir líka að gefa af sér átt að segja á því að stundum fara að hæga á þér og stundum þarf það og taka því hlutir ekki sem mennur að fá það skiptir líka rosalega miklu máli en maður sér það bara hjá Blikum maður sér það hjá Víking þeir sem að standa sig hvað best það oft gömlingallarnir sko þannig að og svo eiga náttúrulega ungu kallarnir að njóta sinni í kringum þess að gömlu og í reynslinu og annað þannig og það var alveg ef þið hafi séð bara síðustu 2 ár þá voru mjög mikið af eldri og útlendingum sem fóru og við vorum farin að taka mikið af ungum gæðum þannig að það var farið að yngja mikið upp á Val við tókum inn Þorstein Aron sem er svo seldu núna við tókum inn Bjarni og Guðjón sem þeir létu var látnir fara á miðju tímabili við tókum Lukas Loga og við tókum og ég að gleyma ykkur Jónatan sem er ekki gamall Jakob Frans það voru hellinga leikmenni teknir inn sem voru mjög efnilegir og við tókum Ólef líka sem náðu ekki, það var strákur sem var Atalanta úti hann náðu bara ekki að bara það styrk mjög flottu fótboltamaður þannig að við vorum alveg í þessum feeling að fara þessa leið að vera að mixa liðið upp með unga efnilega og líka það sem skiptir líka máli þó að Valur mikið af peningum þá skiptir alveg máli að vera með unga gæja selja það út, fá tekjur og búa til svona klúbb þar sem þú ert að búa til leikmenn og það sem gerist þegar þú gerir þetta almennilega þú selur kannski leikmann í ár á 15 milljónir svo stendur þið vel, leikmann stendur sér vel úti næsta ár þetta selja hann á 20 næsta ár 25, 30 svo getur þú komið miklu hærri tölur fyrir utan að þá færðu líka fleiri unga leikmenn til að koma því að þeir sjá þetta nákvæmlega Er þetta eitthvað sem er raunhæft? Af því að það er oft talað þetta með Breiðablik að þeir hafa verið svona kannski ég segi það ekki í dag Nei, en þú veist, einhvern veginn þurft að velja með þess að vera útungun á klúbbur og selja leikmenn út, spila ungu leikmenn Talaðu að það sé ekki hægt að vera bæði Vinna, akkurat, en það er hægt Ég meina, horfðu á Víking það sem Víkingur hefur verið að gera núna þeir hafa verið að taka mjög mikið á ungum strákum sem koma heim Ari Sigurpáls og fleiri sem hafa verið að koma heim og Gísli Gott ég meina, Ari Sigurpáls er hákaðingur, eða ekki? Gísli Gott til Bliki og það eru fleiri gæjar sem þeir hafa verið að taka Atli Barkar sem hann var að vísu tekin var hann ekki á Norðan sem er núna í Súlti Varagem svo eru fleiri, Logi, Tómas hvar tókuður hann? Kópavogi held ég eða ekki? Þannig að þeir hafa verið klókir að taka unga og eru byrjar að selja þegar þeir eru farin að gera góða hluti
standa sig, þannig að þeir taka það inn, ná líka árangri og selja líka. Blikarnir alveg geta gert þetta, en það sem ég veist kannski búið að breyta svolítið hjá Breiðablik núna, sem maður er að heyra að það er orðið erfiðara að komast upp úr öðrum flokki. Ég held að það bara orðið ómögulegt sko. Við sjáum það bara á leikmannum sem er á vellinu. Það er ekki frekar dabrir flokkar sem hafa verið að koma upp hjá Breiðablik upp á síðkasti. Ég er ekki sérfræðingur, en ég held að það séu miklu færri úrlingalandsliðsmenn síðustu ár núna. Geti verið, nú þekki ég ekki, en þeir eru með langflestu einstaklingana. Þá spyrir maður sér akkurju. Hvað er að gerast? Þetta að koma, þú ættir að vera að prodjúsa. 1 af hverjum 100 eða hvað sem það lítur að vera, allavega 1 upp. En það sem gerðist á ákveðnum tíma núna fyrir nokkrum árum síðan að Blikarnir voru ekkert að taka guttan upp, þeir fóru allir Hlynur Freyr, hann fór ekki í Blikana, hann kom í Val en þess að það var verið að sækja leikmenn, kaupa leikmenn, þeir keyptu Jasonda, þeir keyptu Róbert, þeir keyptu, voru að kaupa hellinga strákum það sem var raunur, þeir voru aðeins konur út fyrir sitt policy, það sem var kannski bara við erum að fara að nota okkar en svo getur maður argjúa 2 titlar, við erum búin að vinna 2 titlar núna sem er gott en viljum við ekki reyna að blanda þessu ég myndi alltaf reyna að vera með það segir alltaf engin eitt þegar það gengur vel sko. En það leið og kannski vera harna þá verða allir brjálæðir en er ekki alltaf fyrsta, þú lítur alltaf inn á við fyrst og það lítur þá að vera ef það er lítið að koma upp, þá myndum maður spyrja ok, hvað er að gerast í starfinu að því að þetta er svo rosalega stóra árgangar, það hljóta ykkur að vera að koma upp og hver er staðan á því þannig að þetta hlýtur að vera kepli hjá öllum alvöru liðum og alveg sem hvort sé Valur að því að alltaf að tala Valur fastnafélagi og allt þetta en það er samt þannig að það skiptir máli hjá þeim það þurfa að hugsa peninga, þeir get ekki bara hent peningum endalaust ég er eiginlega viss það þegar ég kem inn 23 að þá var budgeti kötta rosalega en það voru bara 2 ár það voru að tapa þvílíkum peningum þá þurfti að kötta og ég er eiginlega vissum þegar maður horfði á svona leikmanna maður sá bara hvað þið voru að gera þegar við fórum eftir ákveðna leikmann þá gátum við ekki farið við töpuðum, við réðum ekki við ákveðna leikmenn þegar Blikarnir og fleiri komu þannig að þá þurftum við að bakka þannig að ég er ekki viss að Valur hafi verið með stæðstu budgeti fyrra og hitti fyrra ég hugsa að þeirra hafi verið númer svona 3 ég hugsa að Víkingur og Breiðablik hafi verið fyrir framan Þú gerur allt crazy þegar þú mættir eitthvað síðast sagðir að Blika verið með dýrasta liði í deildinni Já, það var allt vitlaust en það var ekki að vera rétt Ég hugsa allavega að þeir voru allavega ég vissi allavega með nokkra leikmenn sem voru ansi launaháir og svo horfum maður bara á efnaðs- og ræðstarreikningin að eitthvað fara peningarnir þannig að og svo líka bara sér maður hvað Víkingur er að gera þannig að en nú náttúrulega eru hellingapeningar að koma inn en menn þurfa líka að passa sig þannig að þess að þú stækkar og þetta er í lagi núna út af því að tekinn er svo rosalega og þá er nóg afgangur en leið og árangur næst ekki og við erum að tala um þessi árangur þar sem þú fær 600-700 milljónir eða eitthvað rugl og þú er búin að stækka það er svo miklu erfið að draga saman heldur að bæti þannig að menn þurfa svona aðeins að hugsa hvað gerist það koma 2 ár þar sem við vinnum ekki neitt eða förum ekki langt í Evrópu eða komst ekki í Evrópu eða eitthvað bara hvað gerist Víkingur og HF já sko ég ákvaða til gamans það því við vissum að Arnar var að koma þá hlustaði ég á þáttinn okkar frá það fyrir árið síðan í dag og alveg heimaðuna sko þetta er kannski heimskuleg spurning sko en þarna ertu nýbúin að sækja Gylfa sig þegar þú kemur til okkar fyrir árið síðan og við spurjum hérna orðrétt krafan er sett líklega á Íslandsmeistaratitil, bikarmeistaratitil og hún á langt í Evrópu sko Gylfi, það er örgulega skrítið að segja þetta Gylfi þá séu sem er langt besti knattspyrnumaður örgulega í sögu Íslands ásamt Eiði Smára og fleiri sem þegar við vorum ekki fæddir sett þetta óþægilega pressu á þig að fá Gylfa inn? Það var nú góðu vinur minn hérna Valdi Baker sem sagði við mig að hérna, þú veist að þú farðan það að setja þau líka að pressa á þig sko. Þannig að það er aflust rétt hjá hann, það er alveg hárrétt, auðvitað gerir það en ég horfði aldrei á þetta þannig ég horfði bara á Gylfa sig, vissi
veist, hérna eins og Tissi búin að vinna mína heimavinnu, vissi hvernig drengur þetta og bara fylgst mikið með honum. Oft þegar ég var að vinna erlendis notaði ég hann sem fyrirmynd þegar ég var að tala við unga drengi og hvernig menn svona, hvernig hann fór áfram. Þannig að ég sá bara jákvætt, ekkert annað. Nei. En svo náttúrulega gerist bara það að hann lendir í meiðslum og mikið meiddur og hann spila samt, hann að spila og hann samt ekki 100%, að dæli sér drasli og var hann að æfa eitthvað? Eitthvað, þú veist, stoppaði og svoleiðis, þannig að þetta var bara mjög erfitt en hann stóð sér samt vel en hann getið ímyndið ykkur ef hann væri heill þá væri hann náttúrulega á öðru kaliber en hann stóð sér mjög vel en það líka bara að fá svona gæja inn bara fyrir aðra til að fylgjast með því að Gylfi ekki að koma heim og vera bara ánægður að koma í val og fá eitthvað og bara njóta hún langa að vinna eitthvað ef ég að fara rétt með, ég held að hann sé ekki múin að vinna neitt titil eða eitthvað svoleiðis í sínum ferli ég ætti ekki að fullira það en ég held ekki. Nei, ég held ekki, heldur og þú getur ímyndið þú komur hann heim það lítur að vera markmið þannig að ég viss alveg, það var eitthvað tíma sem kom upp að ykkur hefði farið í golf 20 fyrir leik og fyrir mér það tabú og ég held að hann hafi gjörsamlega snappað sko. Já, hann var ekki í þessum golfring? Nei, hann mikill golfari en þetta myndi aldrei detta til hugar. Nei. En svo var ég nú að fíblast í hérna nokkrum blikum sem voru helviti öflugir að spila en svo getur maður sagt já, ég svo gaman aðeins og þetta ég svona endurheimti við að labba 9 eða 18 hóður ég ekki þar sko en maður kannski komast upp með því þeir eru meistarar en ef þú ert sko basically að fá borgað eins og margir hverri hér heima í kringum 1 million plus eða meira eða minna og það eru leikir 2-3 í viku og svo ferðu að spila kannski 2-3 gólfringi inn á milli og ég spila alveg annan slagi og ég döi þreyttur að labba 10 km eða 11 km og þú þjálfari sko já, þannig að getur ímyndaðir heldur að vera ekki betra að vera upp í rúm og hvíla þig og hugsa, þú ert örugglega betur endurnærður og svona endurheimtinni betri endur mennst þurfa maður kannski að fara aðeins og svona í eitthvað annað til að hafa gaman og eitthvað svoleiðis en þetta, menn þurfa að hugsa að fótbolti orðið vinna þegar að vera að borga þér svolítið laun, þetta orðið svolítið alvara hér heima, maður sé líka bara Breiðablik hvað þeir gerir, komast í riðil núna sér maður Víking gerir frábæra hluti, að fara núna í skemmtilega leiki á móti Panathinaikos sem ég held að vera rosalega erfitt líka bara í ljósið þess að þeir eru að byrja ef þetta væri kannski þeir á prime þetta öfugt núna já, þó að þeir væri á prime og þeir á prime þá ættur ekki eiga en það var gaman að sjá fótbolti rauðspjald hér eða eitthvað þannig að með þetta spurningin að fá hann á þessum tíma en þú horfir á tímabilið fara allar leið, ég rekin þegar við erum 5 stigum eftir og ég er búin að útskýra við lendum í rosa miklu vesinu með varnarlínuna við förum á Akureyri, töpum þar á móti bikarmeistaranum í undanúrslitum og lendum raunur fáum marka okkur eftir, ég man ekki hvað þar bara gerum við mistökur og spila út, Guðmundur Andri missi boltan og þeir refs okkur eftir 5 eða 10 mínútur í leiknum við sækjum á allan tíman jöfnum á 37. eða 8. mínútu búin að vera náttúrulega bara eins og úrstæðleikunum var Víkingum með boltan að pressa og hinn að verjast og svo fáum við marka á 45. horni það sem skrín og það gerur það frábærlega og við eltum allan erum að gera og svo fáum við marka á okkur þegar við erum að opna þess aðeins leikurinn setni mingu strax 3-2 og erum svo fáum 1 eða 2 bara Káa spilaði örugglega á þessum tíma sem besta leik, Káa með fínasta lið og þetta var bara svona eins og það hefði verið sjálfsagður hlutur að fara norður og segja það já, bara komast auðvitað hefði maður viljað það en stundum þetta bara svona að það getur komið fyrir en við förum í undanúrslit og dettum þar út móti liðið sem endur svo að vera meistari en svona heilt yfir vorum við sterkari í leiknum en það ekki spurt að því en svo förum við í Evrópukeppni og við
pökkum saman þessum albanska liði jú. svo tökum við og spilum flottan leik hér heima en þar erum við strax byrjaðir við erum í algjöru meðsla vesinni þannig að og við förum út og við erum að rókar, við erum með ég held Kitta og Lúkaslóðin á miðunni við erum vorum konnið þannig að allir hafsendunum okkur voru meiddir þannig að og við erum að spila á móti liði sem endaði í 5. eða 4. sæti í skosku úrvalsdeildinni ég nokkuð viss á því að maður það kokki að hefði verið með okkar sterkasta lið þá hefði ég slegið út ég bara en stundum þetta bara þannig að stundum þetta svo lífið þetta svo þunn lína að allt gangi upp og þú ert kallinn og aðal maðurinn þetta game of margins það svolítið þannig það bara stönginni þarna staðin fyrir þetta og það bara breytir öllu það staðin fyrir þetta stundum verið svona nú er maður búin að taka 3 tíma nú er maður búin að lenda 3 sæti í því að lenda í öðru sæti og vera ef maður horfir bara stigin ég er rekin núna hjá Val þá er ég samt með 1,89 stig á meðaltali leik passar 1,89 og ég 28 stig eftir 15 leiki, geta það passa? Já, geti eitthvað svoleiðis þetta alveg kólránt þetta 1,87 Já, 1,87 ég var búin að ég var nefnilega búin að ég nefnilega með allt svona hreinu Varðslið var nefnilega eftir 23 þá varum við 2,03 stig per leik sem heldur gott það dugur oft í titil en ég hef ekki tekið það hér en 1,87 það er bleið 2 stig í leik en þannig að þetta er svona og það er kannski kemur að því þú nefndir hann spurninguna með að þegar Gylfi kemur auðvitað er x-pressan á lið en það ætti samt að lifta bara öllu þá kannski ætla hans maður líka til þeir sem er í kringum hafið þið þekking á fótbolta vitið út af hvað það gengur og bara hvað er í gangi bara í kringum liðið og hefðu menn kannski skoðað ákveðna tölfræði ákveðna því það var ákveðna menn sem tölur bara það við varum að leka mörgum alveg hægri vinstri með minnir að ég hafi skoðað við vorum 5 mörg fleiri á okkur í þessum 15 leikjum heldur í Víkingur en við vorum með flest skoru mörg á meðaltölu leik og fyrir utan það að því að maður er svona ákveðnir tölfræði þættir sem maður skoðar mikið eitt af þeim er snertingar inn í teig þá þýðir að þú ert mikið eitt er að vera mikið með boltan þú getur, ef við horfum bara Liverpool, Plymouth að Liverpool með boltan 70% en þeir voru með hann allan tíman og sínum allarhermi gerði ekki neitt, þannig að það hefur ekkert að segja en það er snertingar inn í teig anstæðingsins og þar vorum við í langafsta sæti þegar ég hætti þannig að það voru svona ákveðnir hlutir svona sem sýnir sóknar ég held að langflestar hotspinnur og það voru svona ákveðnir þættir í leiknum sem segir ákveðna svona yfirburði en á endanum er náttúrulega þannig að það er markatala og í þessu og eins og í þarna eru menn greinleika pyrraðir út af því að hafa búið að sækja þarna að við vorum með ákveðin nöfn þú getur hort á það þannig þú ert með líklega besta markmann í deildinni Fredrik og þú ert með Birki Már við séum hans færtur og við erum búin að gera þitt þú ert með Hólmar sem er risa nafn og Maran Jó þú ert með Gylfa og Patrik þetta er svona stæðist en svo er þetta með hellinga öðrum Jóndun Ingi Tryggvi þetta er endast hellinga flottum strákum en eins og maður segir svo fer maður í Breiðabliðslið það eru hellinga alvöru gæjum það eru Víkingslið alvöru gæjar en aðeins öðruvísi helst eftir að liða kannski mér finnst bara svona eins og maður sagt ef maður horfir á það sem ég aðalega tala bara það sem ég fundist vera stæðsta ef maður horfir á fremstu línan hjá okkur geggjaðir fótboltamenn við komum stilt svona geggjuðum fótboltamenn en ég er eiginlega viss að flestir svona þegar þeir eru með boltan þá er þægilegt að spila móti okkur aftur á móti að spila á móti Víking eða ofta tíðum líka Blikarnir þegar þeir voru upp á þessi besta þá voru þeir ógæðislega leiðilegir aggressífir, þá er ég bara að tala kantmenn og strækjarinn hvað sá maður oft Nikola Hansen bara
keyra inn í mannin og Elling og Helga og það var eitthvað að fara að gefa boltan, það var bara bombað í hann. Þú veist, þannig að þá vita maður, þá er maður smekir. Það er þetta attitude að þegar þú ert ekki með boltan, þá ertu bara djöfull leiðilegur að spila á móti. Það er ekki bara þegar þú ert með boltan að gera eitthvað fancy-pansy, en þess að ef maður tekur fótboltaleik sem er 94, 5, 6 mínútur í svona hildina, þá er leikmenn að meðaltali svona 1,5 til 2. Ef þú ert bara góður með boltan og svo ertu kannski bara með boltan eins og í sumum leikjum segjum að setja ekki í besta liðinu með 30% með boltan. Ég meina, og þú ert bara góður með boltan, gerir ekkert annað, það er ekki gott. Fótbolti er svo miklu meira annað. Já. Það er að fá þetta element að vilja hlaupa fyrir sem maður tekur oft. Það er þessir óeingernu hlaup ef þú ert með boltan. Ykkur á boltanum, það er hlaup fram á við, hann sprengir allt upp og opnar fyrir einhvern annan. Og hann kannski, ykkur sem tekur fyrsta hlaupi, hann veit að hann er mjög líklega ekki að fá boltan, en þú þarft að vilja taka til þess að opna fyrir einhvern annan. Það er að fá þetta element í liði svona, en þetta er svona, mér fannst á tímabili, það fannst mér við helviti flottir, komið svona ákveði svona seigli í ykkur, en svo náttúrulega bara þegar kemur svona þetta rót á eftirstu og svo náttúrulega líka með það, við fáum Bjarna Markin sem ég hef fylgst með og mjög flottur strákur og hérna góður leikmaður, en mér fannst hann ekki fá traustið svona bara svona, hann var aðeins að svona ströggla innan hópsins og það er líka bara þannig að þú færð ekki traust, veist, ef þú ert ekki öruggur í þín eigin skinni, líka nýmættur inn sko. Já, að þá svona að þá sýnur ekki þína bestu hliðar, það er bara, veist, og það er svolítið kunstina að þeir sem er að spila að láta nýja menn líða vel og bara þetta sé velkoming. Já, það sé, við getum sagt að klefin sé, það sé gott að koma í klefan. Og var það ekki þannig? Er það list? Er það ekki sjálfsagður hlutur í fótbolta? Nei, það er það ekki. Veist, svo getur sumir sagt sem eru grótharðir, það á að taka nýja menn í gegn og það er svona að sýna við erum í alvöru og eitthvað svoleiðis. Auðvitað á að vera competitive, veist, það á bara að vera þannig að þú kemur inn, þú ert á fullu, þú leggur þig fram og þú ert physical. Fótbolti er physical, það er bara þannig, þú er bara ekki ráð fyrir því, en að djöflast í mönnum, veist, og fara í svona kalla íllnöfn og fara í eitthvað persónulegt, það á aldrei að vera, veist, það á ekki að virka, það virkar ekki, en þess að ég held að við séum bara ég held allir séu þannig að okkur líður betur þegar að vera að hæla okkur og vera að tala vel um okkur, heldur en að vera drull yfir okkur. Og þorum að líka vera maður sjálfur kannski og reyna eitthvað aðeins meira? Líklega. Segjum að þú segir eitthvað og það er alltaf drullað yfir þig, svo ef maður er að spyrja eitthvað, þetta er líkur til að segja eitthvað. Nei. Þannig að veist, þetta er bara að fá þessa, svo hefur maður fengið sko, veist, þetta feedback að það sé eins og núna, þegar maður sér núna að Valur hefur ekki verið rosalega aktífur á leikmannamarkaðinu núna. Nei. En ekki það getur alveg sagt að þeir eru með stórun hóp, þeir þurfa kannski ekki mikið, ég veit ekki, en ég heldur hafa, svo maður heyrt alveg, þeir hafa verið að reyna við ákveðna leikmenn, þeir hafa bara farið annað. Þannig að mér veist margir spennandi leikmenn sem hafa verið að fara bara í Breiðablik og Víking, sem ef maður var í Val þá maður alveg vilja að skoða. Sko eitt sem ég er að pæla í að því ég spurði út með Gylfa og annað, sko ég velti fyrir mér þessi krafa, við vorum aðeins að tala um þetta fyrir þátt, sko hvað sagði stjórnin við þig og Börkur, bara er það þessi árangur sem við nefndum Íslandsmeistar og bikarmeistaratitil og langt í Evrópu? Skrifur undir langan samning hana? 4 ára samning? Já, þegar ég kemur inn, ég kem inn fyrir tímabili 23, þá var náttúrulega Valur búin að enda í 5. og 7. sæti 2 undanfarandi tímabil. Þá var svona eiginlega talað að fyrsta krafa var bara koma Val í Evrópu, stabilisera sig þar og fara að keppa við Breiðablik og Víking. Og það var alveg vita að Valur væri aðeins fyrir aftan og það myndi taka tíma og það var alveg talað það, veist, svona á 2 ár þyrfti líklega til að bara stabilisera skútuna og þriðja, við sett svona 3 ár að talað veist, á 3 árum ætti alltaf að koma 1 titill. En svo er það náttúrulega alltaf þrjótt með svona flottan hóp að þá gerir maður bara sjálfur kröfu, þú vilt í það, veist, að því að
ef allt smellir þá getur alveg, en svo náttúrulega lendum við bara í því bæði árin að við lendum í miklu meiðslum, svo náttúrulega Víkingur á hérna 23 voru náttúrulega bara, voru þeir ótrúlega flottir sko, þó að við höfum alveg verið flottir þá voru þeir voru bara betri, það er nú bara þannig að, en ég vil meina það á seinna árinu að þá var rosalega margt sem gaf til kynna við vorum á réttri siglingu, en svo náttúrulega bara lendum við í ákvörðun. Ég var samt ennþá þar að ég vildi meina það að ég hefði getað snúið, klára þetta því að við vorum, eins og ég segi, 1 stig frá Blikum og 5 frá og helling eftir, það voru 15 leiki búnir, eða ekki? Jú, 15 leikir. Og mér langar líka bara að hvetja alla hlustendur sem að taka hana þátt sko, því að ég fór í að undirbúa mig leggjum alltaf mikla vinnu í undirbúning fyrir þætti og ég rendi bara yfir tímabili hjá Val í KSÍ og þarna þetta er töluvert skárra heldur en allavega að tala um í fjölmiðlum sko, ég ætla bara að renna, Arnar er búin að taka geggja yfirferð, maður kemur ekki að tóma konum þar sko, sko það er svona, ég ætla ekki að biðja viðbröðu öllu, ég ætla bara að renna yfir þetta sko, jafntefli Fylki í annar umferð sem lið sem endur á að falla, sem að líklega 2 töpustig, tapir svo alltaf fyrir Stjörnunni í 3. umferð, missi Mánóta velli, svo 1-1 jafntefli fram á heimavelli, leiti ekkert sérstaklega út í 4. umferð, mæti svo í 5. umferð og ég var á þeim leik, þið Gylfa sig sjó þegar þið takið Blikana, svo kemur alveg rönn, takið K.A. og HK, eru með 14 stig eftir 7 leiki, sko þarna bara, hugsaður kannski bara, ég spyrir kannski á móti sko eftir fyrstu 4 leikina, shit, er þetta fattur anskotans og eftir 7 leiki, við erum bara að taka hana titil. Já, en sko málið það að hérna, það sem varinn eru svolítið svona, spilum flottan fyrsta leik, bara virkilega flottir, opnum þetta og Skæin búin að vera á flottur rönni hérna að fara í úrslitaleikin, við nýbúin að spila við það hérna, fyrir mig víti og vinna á 2-0, fyrir svo upp í Árbæ og það var að tala með eins og þeirra fengir rosalega mikið, fengu ykkur upplaup en það voru algerur yfirburðir, en það er náttúrulega, kannski getur maður sagt svona hindsight. Kannski eðlilega á mútið Fylki. Já, alveg rétt, en sko, það ná ekki að setja boltan minn, þar er hérna Siggi Lár, lendir við í meiðslum, dettur út, og verður út í meiðist þarna, spilar ekki, og þarna hefði maður kannski svona eftir áhyggja, þarna getur maður tekið svona, að því maður er alltaf að hugsa í þjálfun, þú vilt breyta sér minnst, og kannski eftir að hyggja þá stöndum við Gísla Lagstar sem vorum að prófa svona, setjum að sem vinstra megin og svona eftir að hyggja þá hefði eflust verið betra að vera með Birki Má vinstra megin en þá, og svo Gísla hægra megin, en þá er tvöföld breyting, þá er Birki sem búin að vera hægra megin, það var hugsunin, en svona eftir að hyggja út í því að ég veit ekki hvað Gísli fekk oft það sem komið vel inn, bara hefði gæti ekki gefa mig vinstri, Birki getur alveg gert það, þannig að því að Gísli með hörku hægri fót með rosalega hrað og hefði getað farið upp en við gerðum alveg nóg þar til að klára ef maður horfði á færin sem er þar stundum er þetta bara svona það bara, ég man ekki hvað Patrik og Tryggvi færin sem er glúður en samt svona heilt yfir í þeim leik hefði ég viljað skapa meira í leiknum við sköpum ekki nóg, við fengum samt nóg til þess að klára en þar svona ákveðin vombriði að því að yfirbörnum vorum með boltan 70% og sköpum okkur nóg en náum ekki að loka þannig við erum einu sem tvisa frá Gylfi og svo bæði Patrik og Tryggvi fá minni með alveg dundur minni að Tryggvi spila staðin fyrir að skjóta í þeirra markið basically opið en allavega við töpum 2 stigum fyrir mér er þetta töpum 2 stig svo fyrir upp í Garabæ þannig að lendir við í rauðu spjaldi snemmaleiks 30. mínútu eitthvað svoleiðis það gerist nú eitthvað þar að ekki liðsmaðurinn fær gult spjald fyrir að hrauna yfir Bjarna eða ekki? Já, ég eflaust, það var eitthvað svoleiðis en Bjarni lendir í því þarna hann brýtur á sér og fer svo inn í ég held að Elli hef alveg geta sleppt í henni en hann gæti alveg gefa honum spjald en þar vorum við búin að vera miklu betri en Stjarnan í þeim leik búin að skapa okkur og lendum manni færri og þeir ná að pota marki hérna stuttu eftir að við erum svona bara jafna okkur á þessu og skora rétt fyrir hérna lokin og fyrirháleik með minnir en með minnir að við hefum svona nánast verið
ráðast á þá einu færri en töpum þeim leik og það getur ímyndaðir vinnum fyrsta, jafntefli og tap þetta ekki en svo horfum maður bara að maður reynir alltaf að gera maður reynir alltaf að horfa á performance og þá horfum maður fylgir þar þurfum við að skerpa á ákveðnum hlutum bara svona, en svona heilt yfir áttu að klára þann leik en ég hefði samt vilja að fá að maður myndi opna hlutina meiri og skapa fleiri dauðafæri Stjarnan svona heilt yfir þar vorum við að spila mjög lendi manni og það er erfitt þarna bara gerir Bjarni mistök komin á guldspjald og rennir sér svona inn í og þarna er bara aggressífur og það kostar og þetta er bara stundum fótbolti og ég held að það myndi gerast ekki í kúpaðunum þegar við vorum að vinna þar og þar gerir við sögum við Adam held ég 14 sinni áleik hann fekk rautt ekki neina vitleysu það voru konar 2 mínútur það voru komið spjald en svo náttúrulega framleikurinn þar maður mest ósáttu við að við komumst yfir og vorum miklu betri svona framanna í leiknum en svo lendum við í að fá okkur mark hérna í á 90 og 3 mínútu það sem gerist rauninu þar fara menn bara í að svona verjast og svo upp á aukaspyrnu að fá okkur mann og það er náttúrulega blóðugt þannig að byrjunin var ekkit frábær Nei, en svo náttúrulega kemur eins og við erum að tala við komum 14 sniðið 7 leiki svo kemur alveg run, 1 slæmt jafntefli FH pakki Stjörnunni saman 5-1 vinni KR í Frostaskjólinu 5-3 jafntefli Víkingana í 10. umferð sem allt verður crazy 19 stigið til 10 leiki 6 stigum frá Vægs, 5 stigum frá Blix vinnir svo Vestra 5-1 svo kemur þetta tap á móti Skaganum sem við talar aðeins áðan þarna er þið samt með 22 stigið til 12 leiki en komnir 7 stigum frá Víkingum sem að voru ekkert mikið að slippa þarna Nei, að því að þeir voru bara svona solid, ég meina það voru samt maður horfði á leiki það sem alltaf við getum sagt þessi gólið, ég meina leikurinn upp á Úlfarsadal mútið Fram það sem Fram skora löglegt mark og svona þeir voru svona að leiki sem þeir átti ekki að fá neitt þá tókuðu stig það er náttúrulega góð leik gera það við vorum aftur á móti þannig að við vorum kannski að spila vel en við vorum ekki að fá neitt úrslit þannig að yfirleitt alltaf þegar við vorum ekki í okkar bestakýr þá kannski lentum við að mista í okkur og það er bara þetta var svona byrjunin bröðsut á því að við að missum mann út að hann í þriðarleik náum ekki að klára Fylki og svona vantaði svona aðeins upp á ákveðna hluti en mér fannst hlutinni vera svona, það var svona stígandi í þessu hjá okkur en þetta er bara eins og maður segir þetta er núna komið í baksýnin speilin Já, algjörlega, ég fer að slúta þessu við erum alveg að þetta í 15. umferðina það er bara til að slúta þessu og svo erum við nokkuð spurningar bara um endológin og annað það er hann stuttukapli það sem tapið þetta fyrir Fram á útivelli við vorum að tala um þetta fyrir þátt þannig að við þurfum að endurtaka eitthvað að þessu tapið fyrir Fram 4-1 útivelli dettu út úr Evrópu á móti Saint Mirren og tap fyrir KA í bikarnum var þetta of stór biti fyrir Börk og stjórn Vals að kyngja þessi 3 töp, eins og maður segja? Já, ég held að það er bara klárt að bara, greinilega hefur það verið þess að svo náttúrulega líka auðvitað er alltaf eins og ef maður tekur framleikin ef maður horfir bara við töfum 4-1 þetta var engin 4-1 leikur en við töfum 4-1 og tölunar eru það er fólk hefur bara kási og bara sér ekki þarna Nei, og það er búnir að með minnir þarna hefur við getað minka bilið við Víkinga koma okkur almennilega inn í svona þessa í keppnina gerum það ekki áttun leikin við Saint Mirren úti búnir náttúrulega að fara eina umferð konur erfera þú ferð ekki í gegnum meistaradeildina að fara í gegnum þannig að og voru með hans í laskalið fyrir þanga út og töpum þar líka hefðum ekki þurft að tapa 4-1 úti Er þetta skost pöppalið? Ertu að tala um Saint Mirren? Já Ef það var að tala þannig þá? Nei, mér svona þegar maður er búin að fylgjast með
þá þetta vel drilla lið í ákveðnum hlutum. Mér finnst þeir ekki spila skemmtilegan fótbolta, þetta mjög physical fótbolti, svona langa sendingar, mjög direkt, þetta gamli skólinn. En ég vil bara meina það að gott Valslið, gott Blikarlið, gott Víkingslið ætti að slá þá út. En ég heima, þá aftur erum við minni að Elli og Jakob spila þáleiki. Jakob spila báðaleikina, Elli spila bara leikin hér, svo meiddur. Þannig að þar eru aftur ekki með okkar og þetta eru heavyweight gæjar. Gylfi fer ekki með ykkur út. Nei, þannig að og Hólmar hefði náttúrulega verið því að hann er stór og mikill og móti mjög physical gæjum. Það hefði við þurft svona að því að við vorum að lenda í basti í föstum leika þegar við fáum mörk á okkur þannig og svoleiðis. Þannig að það hefði verið klárlega betra að vera með meira fysik en svo þetta alltaf bara þannig að stundu þurfa menn alltaf bara stígu, þú fætt tækifæri og það við erum að Valur alveg með mikið á góðum fótboltamönnum og þeir fengu tækifæri en það var bara ómikið meiðsli á þessum þegar við vorum að þarna náttúrulega gerist það svolítið hratt, við dettum út í bikarnum móti Káa og svo kemur framleikurinn og svo þetta í kjölfarið þannig að þá að menn bara haldið að það væri allt búðri farið en þó að ég eins og ég hef sagt að ég var allavega þannig að fullu trúar því að við getum farið alla leið og klára tímabili með titli Já, eins og þú segir, þú skilur liðið 3. sæti með 28 stig eftir 15 leiki eins og þú segir, dottnur út á bikar Evrópu þannig að þetta hefði líklega verið titilust tímabil nema Arnar var á öðru máli við sjáum það að þú sækir 1,87 stig í leik Túfa tekur við liðinu og þeir enda með 44 stig eftir 27 leiki eða 1,63 stig í leik þú segir að þú hafðir ennþá allt fulla trúið þarna að þið getur voru Íslameistarar einhverju talum að voru búin að missa klefan eða eitthvað slíkt, er eitthvað til í því? Ég getur hún ekki það er rosa erfitt fyrir mig að kommentera á eitthvað svona hluti. En þeir leið ekki þannig? Nei, það komur alltaf alls konar svona eitthvað. Þetta var komin eitthvað þreyta í samstarfið eða eitthvað slíkt Ekkert endilega leik með bara stjórn eða eitthvað annars? Nei, ekki að minna hálfu. Nei, þetta er nú ekki búið að vera langt. Ég var búin að vera hann í rúmt, þetta var annað árið. Já. Ég meina hvað var Alex Ferguson að maður sannaði 26 ára. Þannig að og ef maður hugsaði þú ert að fara inn í nýtt starf þá er oft talað að þú þurfir 3-6 mánuði bara að koma þér inn í hluti og eftir því sem voru búin að vera lengur í þá verður þú betri og þekkir alla og þá kemur meira kemistri. Þannig að mér finnst þetta oft vanta. Við tökum núna hvað var Arnar Gunnlaugs lengi á Víking hvernig voru fyrstu 2 tímabilin Stíð fallin Já. En þar nær hann, ég held í öðru tímabilin er hann ekki bikartilli og það breytir öllu þannig að það er oft svona smá að það stundum það að það þarf að koma smá og það er líka það sem skipt svo miklu máli í fótbolta, það er traust að það sé traust milli þjálfara og svo stjórnar og annað ef þið sína og þá kemur það smitast en ég hafði aldrei verið eitthvað þannig var þetta klefan eða eitthvað þannig að það kemur alls konar svona mennur reknir að þá náttúrulega segja menna að þetta var klefin farin eða þetta eða hitt ég hafði aldrei neitt eitthvað issue við einn eða neitt eða við ykkur í teiminu eða neitt svoleiðis. Þannig að þú hugsaðir ekkert Leifur Mér langaði bara að spyrja þarna koma einhverju sem að mér langaði einmitt að ræða að þú nefnir hérna Arnar Gunnlaugs hans fyrstu 2 ár hjá Víkingi nefnir síðan United og svo er Alex Ferguson sjáum síðan United í dag þar sem að hver þjálfarinn kemur á fætur öðrum og að hvorki gengunni rekur saman bara með það vilja allir gera þetta ná Klopp, Guardiola Segur Alex Ferguson vera með stabíllið tekur nokkur ár, meira þess að teta bröðsulegt fyrst hvað tekur langan tíma að byggja sín og við erum líka að tala það hvernig átt að hátta liðinu, hvernig átt að hátta hópnum hvernig átt að hátta stemningunni og hvað ertu lengi að stildin, hvað tekur langan tíma að koma sinni sín fullkomlega inn sem þjálfari myndið þú segja? Sínu liði? Það fer náttúrulega eftir þegar þú kemur inn í
ef þú kemur bara inn eins og við gátum náttúrulega gert strax á fyrsta ári og urðu töluvera breytingar, það voru, þú veist, það fóru alveg rosa margir á fyrsta ári og alveg með rosalega mikið útlendingum hérna 22, þannig að það voru rosalega breytingar og við náðum að hreinsa mikið til, þannig að þá gefur það auðvitað leið, það er mikið af nýja leikmunum, það tekur tíma og svo getur alveg sagt kemur nýr maður inn, það er ákveðna áherslur og við getum sagt ég veit ekki í hvaða sæti Valur endaði 22, 5. eða 7. sæti ég held að það var með 35 stig eða eitthvað svoleiðis eftir 27 leiki en við endum með 55 stig og erum langbestir í öðru sæti og þú getur séð þvílíka breytingu á öllu svo förum úr því, búnir átt okkur á, það voru ákveðin svona, við getum sagt, veikmerki, eða veikleikar í því að við vorum að missa menn í meiðsli og annað og maður svona vonast til að það myndi halda, en svo lendum við raunir í verra næsta ári og að því að þú ert að tala um tíma, ég vildi menna það að við vorum á réttri leið, þá getur maður sagt, sko, ef þú ert að gera hlutina rétt þá eftir 2 ár þá náttúrulega adjustar aftur eftir því sem þú ert búin að vera lengur að þá nærðu að breyta vonandi hópnum eða þú veist eitthvað hvað að gera í rétta átt staðan fyrir út alltaf að róta þetta þjálfurum það kemur maður nýr inn hann veit raunir ekki hvernig hlutinir eru veit ekki með veislasögur og veit ekki hvernig hlutir eru og hann þarf að kynnast og það tekur tíma þá byrjar upp á nýtt. Það er það sem hefur verið að gerast hjá Manchester United og hjá mörgum liðum, það sem er mikið rotate á hlutum. Þannig að þú ert bara rétt að komast inn, þá er sparkaði burtu, rétt að ná tökum, búin að breyta eitthvað, aftur burtu, svo kemur annar inn, hann vill aðra leikmenn, aðra sín. Þetta er rosalega erfitt. Þannig að ég, maður var svona, veist eins og ég sagði á einhverjum tíma að það var rosa gott fyrir Val að fá yfirmann íþróttamála sem hefur þekkingu á leiknum en nú eru þau konið með yfirmann íþróttamála maður vonar bara að hann fái að taka ákvarðanir eitt er það að vera með yfirmann íþróttamála eða yfirmann knattspyrnumála ef hann kannski fær ekki að taka henni ákvarðanir þá er það meira bara svona figurehead þannig að þetta skiptir alveg rosalega miklu máli, þetta er bara svona sama að ykkur sem er búin að alast eða svona búin að hrærast í fótbolta allt sitt líf, vera alveg fótboltamaður búin að vera kannski og enn betra að þú er búin að vera kannski líka að átta þig á víl og díla með leikmenn og eitthvað svolítið, það er enn betra ef þú hefur þá reynslu, en einhvers tíma verður að byrja að ég myndi ætla að hann hafi svona næmra auga fyrir að pikka inn, átta sig á samsetningu og hvað er að gerast heldur en eitthvað sem er aldrei spila leikin í stjórn. Þarna kemur hann á punkt sem ég langaði einnig mjög mikið að spyrja það út í að því að það eru fáir sem að hafa kannski við að meiri þekkingu á þessu máli búin að koma við að viðbrugg í Greiklandi og bæði sem leikmaður og þjálfari og sem í framkvæmdastjóra stöðum sko, við erum búin að líka fara yfir stjórnarfar innan klúbs úlingastarf, við erum búin að snerta og við erum búin að snerta á stefnu klúbsins, innkaup, sala og annað sko, í velreknum klúbbi að þetta er svolítið á reiki á Íslandi hvernig er þetta í draumaheimi fyrir íslenska klúbba, hvernig viljum við hafa þetta nákvæmlega hver gerir hvað og ef þú fer bara svolítið í sauman á draumaklúbbur, Arnar Já, sko draumastruktúr draumastruktúr sko, ég hefði haldið að því að veist, þegar maður var að taka hérna ég var í þessu pro-license námskeið í Skotlandi þá var David Moyes einum hérna Gústum okkur var hann að koma hérna með fyrirlestur og það var svona svolítið debate technical director veist. Að því að mjög algengt í Bretlandi að gamli managerinn hann vill fá stjórnöldu og þeir hefðu rosa mikið svona svo David sagði bara ef þjálfarinn er reikinn þá bara technical directorinn er reikinn líka ég sagði það á ekki vera þannig að hann horfði alltaf á það þannig að þeir væri svona liggu við að vinna gegn hvort öðrum og ég sagði sko við hann að technical directorinn eða yfirmaður íþróttamála eða yfirmaður knattspyrnumála
hann á náttúrulega að vera bara við hliðin á þjálfarann. Eins og þeir gerir í Þýskalandi, þá mjög algengt að yfirmaður knattspyrnumála, hann bara á öllum æfingum, fylgist með, ekki á öllum kannski, hann mjög mikið, svo þegar það farið leikið þá hann fyrir með, hann inn í klefa, hann fylgist með, hann ræðir við leikmenn, hann bara þar. Akkur það? Hann, eins og þið voru að vera búin að missa klefan. Þú sérð allt svoleiðis. Þú bara áttaði á hvernig attitútið er inni, hvernig þjálfarinn með, horfir á expression, líkamstjáningu leikmanna. Þetta farið bara beint í æð, eitthvað sem þekki leikinn með þetta upp á 10. Hann veit bara hvernig þessi hlutir eru. Og það sem væri náttúrulega æskilegast, auðvitað, þú ert með stjórn og þú ert með framkvæmdastjóra og allt þetta og formann, auðvitað væri æskilegast að það væri einhver skýr stefna og hvert við viljum fara og hvað markmið og allt þetta og það kannski sett með stjórninni og yfirmanni í knattspyrnumála og dreigi kannski þjálfarna sinn með við hópin og annað, en svo þegar kemur að leikmannamálum þá finnst mér raunur að það getur vel verið að framkvæmdastjóri ef hann hefur eitthvað að vita, hann getur verið með yfirmanni í knattspyrnumála og þjálfara þegar að vera að fara yfir hóp og ræða, en raunum verið þeir sem ætti að taka ákvörðun. Á framkvæmdastjóri eitthvað að vera vassast í því? Ef það er einhver sem hefur þekkingu, það fyrir náttúrulega eftir skipti máli, ef það er einhver gæði sem hefur þekkingu, þeim fleiri, ég sé alltaf ef þú ert með 3 gæja, allir alveg þekking á fótbolta, það er bara betra, þá getur þú rætt akkur þetta, akkur svona, akkur að fara að þanga en þeim meiri þekking og þá eru svona minni líkur að við sem að gera eitthvað rugl. Vantar það á Íslandi að framkvæmdastjórnin í klúbbum almennt hafi fótboltaþekkingu? Ég held að sé í mjög fáum klúbbum þar sem við erum með svokallan yfirmann knattspyrnumála, við erum með það í FH, Davíð Þór, og veit ekki, hann er örugglega með meira á sinni könnu heldur en bara þetta hefðbundna, en hann er náttúrulega búinn að spila leikinn og þekkir allt inn og út í FH. Kári í Víking, þar er þetta alveg klárt, maður sér ekki að sé Halla vera að tjá sig leikmenn eða formann meistaraflokksráðs eða formann félagsins fyrir að ræða eitthvað. Þeir ræða hluti sem er ótengt fótbolta, en allt og oft eru það aðilar innan sem vilja vera því að þeim finnst þetta skemmtilegast og hafa skoðanar á þessu. Þetta skemmtilegast. Já, en ég segi líka, en þá getur maður alveg satt býtu, ég hef ekki mikla þekkingu á lagbókstafnum eða þú ert veikur. Ég ætla ekki að fara að segja hvað þú ætlar að gera, þú fær til læknis eða þú ert veikur eða ekki. Jú. Já, þetta er bara svona svipa að á ég að fara diagnósaði, gerðu bara þetta er bara smá svona Ég hef samt hort á mjög mikið að lækna þáttum. Já, en það er og ég horf á prem. En þetta er bara sama, þetta segja þeir sem eru ég er búin að vera heilengi bara sem í stjórn og búin að fylgjast oft, ég er búin að ræða við hellinga umboðsmönnum, ég kann þetta þó ég hef bara spilað upp í annar flokk og svo var ég í 4. deildinni hérna, ég er alveg með þetta upp á 10. Þessi gæði getur ekki neitt, hann leifir drullu lílu. Hvað heldur þessi oft ég er búin að vera í bara, hann spilar 1 leik bara, hann getur ekki raska, hann er búin að segja það, hann er búin að fá 2 sinnum, þetta er nóg, hvað voru að sæna hann að gæja? Og svo hugsa maður bara, ég er búin að vera með, hann Birgir á æfingum, þetta er ungu strákur, jú, hann er kannski ekki alveg náð að sína sitt besta, en þetta er rosalega efnilegu gæj. Nei, hann getur ekki neitt, ég er búin að sjá það, glemdi þið. Þú veist bara að lesa veitist í þetta. Hvernig þeirra argue við svona, þetta heldur sé allt og oft, þannig að maður fagnar því þegar því fleiri klúbbar fara að setja þetta upp á hærra level og reyna að gera, ég manna, öll þessi rifrildi í KSI þegar átt að koma yfir maður knattspyrnumála þar, og þá var bara, ég tók einhvern mann, já, hann á ekki að vera þarna, en hvar ætti hans helst maður tökur bara það dæmi, að því að það mikilvægast að þar í KSI, það hlýtur að vera staðan að Arnar Skúlssonar, eða ekki? Ef Arnar gerir góða hluti eða þjálfarinn sem var á undan, ég horfði þetta, ef við komist í úrstættakeppni, þar koma gríðarlegt fjármagninga inn og
mögulegan að gera ykkur á hluti. Það svona hlýtur að vera rosalega mikilvægt að gæin sem geti aðstofa þennan gæja að þetta sé rétti maðurinn og geti sagt við stjórn, alltaf stjórn sem kemur saman bara ég veit ekki, 5 sinnum á ári og gæja bara úr sikuru áttinni og fylgast ekki með neitt, þessi bara getur ekki neitt, við spilum hérna á móti Færum og við bara út með það, ég eiginlega vissum að það sé eitthvað svona, þannig að þetta þarf að taka út, það þarf að vera eitthvað svona vitrænt, út af hverju reyka leif, af hverju af hverju, er það út af því að við töpum þessum leika eða hvað er það, erum við ekki að bæta okkur, hvað er það, sjáum við ekki að við sem farið rétta leið, rétta átti eða þannig að eru æfingarnar ekki nógu góðar, er hann ekki með hópin, hvernig er þetta? Þannig að mér finnst oft á tíðum að það vantar mikið upp á faglega þáttinn og ég skil alveg að það er gaman að vera í kringum og ég skil alveg að menn vilja vera í kringum, það er gaman að vera í kringum fótbolta og vera í sviðsljósinu og talan ef liðið er gott þá er publicity og talan núna þú komið Evrópa og þá er svolítið gaman, þú færð athygli og það er ástæða fyrir því að svona margir hverju ríkustu menn í heimi er að kaupa knattspyrnulið í Breitlandi það er ekki út af því að þeir eru ykkur geðu ekki fótboltaaðdáendur það er bara til að komast í public eye ég held að sé mjög mikið þannig mitt er getur grætt meiri pening annar staðar sko en ég vísu er ég held að Marinaki segjandi í Nottingham Forest hafi gert rosalega góða hluti þegar hann keypti í Nottingham Forest en þess að þegar hann tók það úr niður og formaðu það er svona og að hún alveg halda þeim þar og ef hann myndir selja félagi núna þá var hann að gera geggjað þeir eru tjappa líksæti í dag það er rosalega því að það er rosalegt þar sko því að þú kemur liði úr næstu eftir deltu upp það er bara different ballgame sko það er reyndar erfitt að finna örugglega stokk sem að hækkar meira en það sko talandi faglegheit sko mikið að sögum hvernig var staðið að brottrækstunni þínum getur þú tekið okkur í gegnum þetta þessa frægu Skotlandsför ég meina það er náttúrulega menn hafa mismunandi hvernig þið vilja gera hlutina en það var raunur bara eftir leikinn kona með Sigrún hún kom með þarna út og horfði á leikinn svo eftir hún var gisti annars staðar ekki með okkur þegar að sko fram að leik var bara okkur á hóteli með Bergi og Didda og voru hann einhverju fleiri saman og svo þegar leikurinn klárast þá er hann á leiknum og þá kemur hún með í rútunni upp á hóteli svo erum við bara að labba inn að því að við áttum að fljúga daginn eftir ekki hún að vísu, hún átti að vera lengur ég veist að hún að bara taka þessa nótt og svo var hún að átti eina nótt í viðbóteldi eitthvað svoleiðis þannig að við fara fyrir inn í herbyggi og svo erum bara labbað upp og ég er eitthvað að ræða við hana ég ætla að tala við strákana og eitthvað svona bara svona hvernig ég ætla að nálgast þannig að maður fer alltaf að hugsa næsta það er stutt í næsta leik og við erum að undirbúa og svo erum bara að labba hérna eitthvað upp og er að koma að það sem við vorum í mat og morgumat og svoleiðis að þá kemur Styrmir minnum að sé Styrmir fyrir eitthvað en Styrmir frangandastjóri að dinnan hans að koma með mér hérna og þá var það svona herbyggja sem við notum til funda og kem þar inn og með honum og þá lokast hurðin og segur nú bara fyrir utan og þá er þar Diddi og Börkur Diddi var fyrirvændi frangandastjóri hann var hann líka og það var mjög stutt bara ég hélt vísu fyrst af að væri bara eitthvað og vera oft eitthvað svona vera eitthvað diskutera leikin eitthvað töð yfir því en svo bara mjög stutt bara þetta er ekki að ganga bla 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 og svo bara maður var eitthvað svona svo bara ekkert við því að segja og veist hvað þú veist á þeim tíðan hvað ætlar að segja það er bara og þú ákveður að ferðast ekki með liðinu heim sko ég velti fyrir mér gat þetta ekki beðið hún til að kemja heim til Íslands ég eflaust en þeir voru einhvern veginn á því að það gat ekki beðið þannig að það er bara þeirra og ég er ekkert að mér finnst þetta náttúrulega ekki svona þetta var ekki skemmtilegt þannig en maður er upplifað ýmislegt í fótbolta en þetta er svona með svona leiðileg sem maður hefur upplifað en maður tækla það bara en
svo fórum við bara út og ég ætlaði að fara inn og þá ætlaði Börkur að fara inn og tala við hópin og þá minnir mig að vera kona mér sem sagði, heyrðu, viltu ekki lefa hérna Arnar að tala við hópin áður en þú talar, hann ætlaði ekki vist að gera það sko, en svo fór ég bara inn og þakkaði bara fyrir og óskaði maður skóð skengis og bla 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 og svo náttúrulega erum við bara sama hótelinu, en ég átti að ferðast með á morgun, þannig að þá bara töluðu við og er ekki æskilegt að ég farðist bara með konu minni, ég breyti með honum og ég ferðist með henni eftir, ekki á morgun heldur hinn og þeir greiðu það og þannig að þetta var náttúrulega svolítið svona surrealist en svona er stundum fótbolti sko, þannig að ég er ekkert að maður er ekkert eitthvað að væla og skæla yfir þessu en þetta er svona það sem er leiðilegast í þessu er náttúrulega bara fyrir fjölskyldu mann sko. Já, mér finnst þetta einhvern veginn svona eins og þetta að segja þetta er svona klaufalega framsett finnst mér allavega svona horfandi á þetta út af við. Já, það er eflust verið að gera þetta einhvern en þetta er allavega það sem þeir komast á og tóku það ákvörðun og ég heldur að hann var eitthvað verið spurður að því sko akkur á þessum tímapunkti og þá sögðu sko að þurfti bara strax að fara að undirbúa leikin eða eitthvað svoleiðis en þú undirbýr ekkert leikin, liðið er ekki komið heim nei. Sko, og liðið er ekki komið þjálfara sko. Nei, það segir maður það sé búið að undirbúa ég meina, þeir hafa greinilega verið búin að undirbúa það er alveg augljóst þannig að þeir hafa gert það en hvað hefði gerst hefðu unnið og slegið út seint meir en hvað hefði þá komið fyrir þá hefði þetta segið að þú fara að býða þess já, gæti verið og tökum eitthvað ekki fyrirbúð nei, ég veit ekki en ég menna, þetta er bara svona ég minnst að bara, það er svo stutt á milli í þessu og þetta er stundum ógeðslega skemmtilegt þetta er ógeðslega leiðilegt þetta getur verið alveg svakalega leiðilegt en á sama tíma þess að segja maður það er ástæðan fyrir að manni finnst það svo gaman það er þessar sveiflur það er þetta adrenalin kick, þú ert að vinna og svona alltaf ógeðslega leiðilegt þegar þú ert að tapa og það er það þunna og það er svona ná þessu að ná að búa til svona lið sem allir er að hlaupa í sama átt og allir trúa á og eru með sömu sín og það er geggja þegar hún er því. Ég ætla að spyrja hérna hreinskilur spurningu og þú svarar henni eins hreinskilu getur þegar maður er rekinn, er látinn fara frá svona liði þú fætt ekki við heldur maður með val? Sko, við getum sagt þessi tvent því maður þykir væntu leikmenn maður svona vonast fyrir þeirra hönd að þeim gangi vel en svona við stjórnarmenn verðum maður alltaf fúll þá einhvern veginn maður svona bara, ég vonaði að fá þetta bara í andinn en svo hugsa maður eftir á hvað græði maður einhvern veginn maður sagt sko að fyrirgefa það þýðir ekkert að vera að svona að alltaf ég vona að hún gangi illa því að hann var leiðileg við mig eða mér fannst þetta ósangjart en auðvitað var maður getur alveg sagt það að það sem ég ef maður horfði svona á hvernig hlutinni fóru og hvernig maður það er ekki bara það þegar ég horfði á alla leiki á Val þá fannst mér rosalega mikið svona að því maður analæsir allt bara frammistöðuna hvernig við vorum að spila á hana þá fannst mér vera mikill munur á liðinu eftir að ég hætti og mér fannst vera mikill munur bara fótboltalega hvað þeir voru að gera og Stíginn segja það líka ég er ekki að tala um það ég er meira bara að tala um lúkið á vellinum hvernig við vorum að spila, það voru margir leikir sem bara það var ekki liðið sem þú varst múin að búa til nei, mér finnst það ekki klart já, kannski áðurinn hvað Val Birkir eitthvað sem vil taka nei, kannski bara ég veit að einhverju káringar var orðið stressaðir káringar? þegar áðurinn Túfa tóku við já ég býta ákveru að voru einhverju orðumar hana að einhverjir fleiri hefur verið orðað við starfið Arnar, heyrðu þú eitthvað að því? Ertu að tala um Rúna Kri? Já, Rúna Kri heyrði ég sko Já, ertu að tala um með fyrir Val eða? Fyrir Val, já Maður heyrir alls konar svona það var náttúrulega það sem kom það var talað það var ekki verið, voru þeir ekki að tala mikið þetta? Jú það hefði verið, en þeir sváru þetta sóru þetta af sér að það hefði ekki verið neitt
en kannski þekkjandi menn hana þá kemur mér ekkert óvart en ég veit ekki ég veist ekki hugmyndið það við erum alltaf bara, mann finnst alltaf leiðilegt fyrir hönd túfa þegar að svona orðramur kemur og yfirleitt þegar svona kemur þá eitthvað til í þessu en svona breytast hlutir hana þegar þessi orðramur var þá var náttúrulega Börkur formaður en svo hætti Börkur og svo gerist ekki neitt þannig að þá þetta bara orðramur og vonandi var ekki neitt á bakvið en svona finnst einhvern veginn líklegt að það hefði kannski verið ykkur samtölu í ykkur herbyggin hefði alveg verið rökrétt í einhver skilningi þó að Vals Úlpan hefði líklega að fara Rúnar illa annars sem glæsilega manni það er ykkur í káa það er sviði sko. Kannski bara til að slúta Valsumræðinni þetta búið að vera við höfum líka nóg eftir í þessum þætti sko. Það veisla framöndan kannski bara svona eitthvað ef og hefði með Valstímaðin eitthvað sem þú hefði viljað gera núna öðruvísi í baksýnisspeglinum Já, það alltaf þannig það klást það bara það svona það sem því maður oft verið svona frekur og ákveðin og svoleiðis stundum kallar svona léttglikkaður og svona það var svona ákveðið að þetta erfitt andrúmsloft þarna það ekki létt að vera þarna hjá Val ég búin að vera á mörgum stöðum það erfitt að vera í Greiklandi það erfitt að vera hjá Klúbb Brugge þetta var mjög þrúandi að vera þarna það var, þetta var ekki að því ég þannig gerður að það þarf að vera gaman að því að ég legg allstað það sem ég fer mér finnst gaman að vera í fótbolta gaman að fyrir mér þetta ekki vinna þetta bara mitt áhagamál og ég lifist og hræri í þessu þetta bara, maður vaknar þá hugsa þetta maður alltaf að hugsa þó maður sé ekki endilega niður frá það maður alltaf að pæla í fótbolta og það sem maður kannski svona tekur út úr þessu að maður má ekki láta að reyna sig það svona að þú verður að vera áfram með þín prinsip og resilient alveg sama að það sé vera hamraður þú verður að vera það það sem svona leið á seinna ári að maður var svona út af djöfusins barningi endalaust að þá var maður svona farin að gefa eftir ákveðna hluti og það eitthvað svona sem svona maður tekur út úr að leið svona ákveðna að fara í gegn sem ég hefði kannski ekki við eðlar aðstæður það bara svona nei, þetta ekki svona þessi ekki að fara að sæna hérna aftur eða við erum ekki að fara að hleypa þessum í burtu það voru svona ákveðna hluti sem maður hefði gert öðru Herði, orkar náttúrunar ég fekk nú smá áminningu frá Harald eftir senast þátt hvað var hann að segja? Sko, hann myndi minn og reynda bara góðfúslega á það því að ég var að tala að í síðasta þetta það ætti enginn að vera með heimalæðslustöð hann var kjánað með það nýta hraðlæðslustöðunar hjá ON af því þær eru auðvitað fárunlega snöggar þá þeirra core business enga síður heimalæðslustöðunar það basically að skjóta bara niður heima þetta það sem gerir sko hver þykir sinn fugl fagur ég veit og ég hef ekki prófað heimalæðslustöðuna en það eru víst engu síðri jafnvel betri kannski ódýrari mögulega ódýrari en ég ennþá harður hraðlæðslustöðar maður það verður bara að vera þannig ég heimalæðslu maður þú ert það en heima er best herri við sko bara ef við höfum að segja alveg sannlega til á Arnar Greta sagði bara þetta bara í rugglinu gott David John Stölner, hvernig finnst þér þetta frumrun? Það bara ríkala góðar bara ríkala, þetta hættulegt þetta stór hættulegt sko en þetta holdt en þá þetta samt döðlur sko sem þetta kostur eitt í viðbót fyrst við erum að fara úr einu í annað stoppum kannski stutt í ofurskálinni fylgdistu með helgina? Sko, ég ætlaði að gera það en svo hugsaði ég bara en ekki að vera svo hugsaði ég eftir því þegar ég sá tölurnar þegar ég var á Akureyri það var heldur skemmtilegt svona þeir eru með mjög skemmtilega svona hvað ekki að segja, svona venjur að þá í Káaheimilinu niðri að þá eru þeir með hyggulega flottan sal þar sem gömlu kallanir eru með að alltaf á þessu kvöldi þá matur og það eru 40-50 manns að mæta og vera að horfa á leik og alvöru grillað og bjór og ógeðslega skemmtilega þannig að ég tók 2 kvöld með þeim það var ríkalega gaman sko. ég trúi því þannig að svo maður stundum verið að vaka ég vakti í fyrra þá gast maður upp svona 2 leiti eða eitthvað en í ár sko, ég var bara komin upp ég ætlaði að horfa á hann sko bara alltaf, heyrðu, leikurinn
þú er bara komin upp og það nefndi ég ekki Já, svo sá ég töluna 37-0 í hálfleik eða Já. ekki okkur svolítið Já, 27-0 já, þetta var eitthvað svona veist, að þetta er að vera eitthvað spennandi Já, þetta var ekki alveg nóg spennandi nei, veist, þetta er nefnilega gaman þetta er hörku gaman ef það er spennandi, mér finnst það skemmtilegt mjög skemmtilegt að horfa á þetta sko. Já, og líka gera í kringum í dag eins og gera fyrir norðan, kunna þetta já, þetta er skemmtilegt, þeir eru með þetta mjög skemmtilegt Já, lengjan auðvitað var með fína stuðul á Chiefs og þeir sem að setja það á stuðu krónuna sína Er það ekki? Jú, já, gerðu voru það. þeir miklu herri já, náttúrulega voru allir Þeir voru nokkuð jafnir já, sko. nokkuð jafnir, já En svo var þetta bara, Já, lengjan er auðvitað með fína stuðla en Já. það snýst náttúrulega aðalum að stiða við íslenskt íþróttalíf þegar rétt annarkvort vinnur penning og þá Þetta er tekur hann af vinn-vinn-díll. íslensku Já, já. íþróttalífi en það fyrir vassan þinn eða þú stiður Eða til bakið á þeirra. Já, akkurat Ekki slæmt það Skulum færa okkur Já, Ég með nokkrar bara örstuttar tökum örstnögt hérna varandi bara tímabilið fyrra Hvort liðið var betra Já, bara valur áttur Víkingur eða Breiðablik sko, ef ekki segja að sko, það er erfitt að toppa tímabili hjá Víking en þess að þeir voru öllum víkstöðum og stóðu sér frábælega þeir fóru náttúrulega gerir frábælega í Evrópu eru enn í Evrópu og fóru í úrslit í byggar töpuðu þar bara móti K8 frábæran leik þar og bara vel útfærið leikur hjá K-mannum og ná að koma sér úrslitaleik og ef við tökum bara Breiðablik ára undan þar sem þeir eru ríkjandi meistarar og fara svo í riðlakeppni og það fer allt í skrúuna hvað þetta var vel gert en á sama tíma að verða meistari er alltaf stæðsta og þannig að mér spæði liðin bara að því að ég held að margir hafi verið svona með spurningamerki fyrir tíðanbili hjá Blikum að Óreyndi þjálfari já, ég er að menna það og þarna kemur kannski aftur nú ertu búin að vera með samanlið rosalega lengi hann er búin að vera lengi með Óskari og eflust með sínar áherslu einhverjar en mjög miklu leiti örugglega mjög svipað eitthvað svona smá sem hann breytir tekur til sín þannig að það er kannski ekkert rosalega breytingar þannig að það sem nú var eftir að sjá þetta með Sölva En að því að þú tala um þetta ég verða nýti, sko, sástu mun á blikaleginu með Óskar og Dóra? Já, mér finnst þeir með Dóra aðeins passívari Já ekki eins aggressífir í ákveðnum hlutum tóku minni áhættu þá er ég að tala um ekki eins dóminandi í svona ball possession og öðru sem kannski skiptir ekki öllu máli svona litli hlutir þetta er bara svona svipað maður horfir á Arne Slott og Jörgen Klopp mér finnst vera svolítið svona smá mér finnst vera alltaf í botni hjá Jörgen Klopp meðan hinn er svona meira það er svona hvenar farar að staði allt á fullt, það er svona allt í botn mér fannst svona blikalið í síðasta leiknum á móti Víking þá fannst mér svona þetta svolítið í blikalið þegar verða meistrar með Óskari fyrst bara með aggressiviteti, þeir voru rosalega svakalega aggressífir í þeim leik bara, og mér finnst það endur speikla síðustu ár þá er ég að tala um bestu liðin sem er að vinna þetta hefur ekki alveg náð að yfirfærast á Val ef maður tekur þegar Val hefur verið svona að slá í þessi að Breiðablik og Víkingur árin sem þeir eru meistarar bæði og Víkingur núna að taka byggarinn ansi oft og svona þeir eru rosalega aggressív bæði því að við getum sagt að þeir voru teknir á sínu svona own medicine Víkingarnir því að þeir eru rosalega aggressífir því að það eru alveg verið, þeir eru bara þannig að keyra í menn og eru bara brútal og þó að mannum finnst leiðilegt að heyra þá er það bara þannig, það er kompliment sko. það er enginn að tala niður til liðsins þannig, mér finnst þetta að vera kompliment og mér finnst blikarnir og þetta er bara þegar blikarnir hafa verið sér bestir þá eru þeir ógeðislega aggressífir ég minnir alltaf þegar að 94 þá fór ég með landsliðinu til Brasilíu og við spiluðum við Brasilíu í Florianópolis og við erum að spila við Brasilíumenn og maður hugsa bara Brasilíumenn ógeðslega góður í fótbolta, teknískir og spila var tiki-taka en þeir höfðu ekki boltan
þá bara, þau voru rosalega aggressífir Aha. en það var allir lemstra, það var nelt í því, það er bara en, Ég held að vera að fara með söguna, við neldum það bara niður en Nei, þeir voru en aggressív. það er nefnilega, við vorum að gera að því við flugum með þeim sko frá Rio de Janeiro til fyrir á Naples sem var lítið þarna, flugum með þeim og við vorum að hugsa sko hérna strákar við erum Íslendingar, við tökum á fysikinu, við erum stærri og við erum sterkari. Já. Svo þegar við komum í flugulinn, þá voru við allir bara horfandi þá voru við allir stærri en við vorum bara einhverjir Ronaldo, hérna gamli hann er 1,88 Nei. Ég held að hann var svo 1,60 Nei, meina, þeir voru allir, það var Aldair, það var hérna hvað heit hann, Branko, hérna rosa stór, þeir voru bara allir stór og sterkir og þeir voru bara einhvern veginn, maður horfði bara á það Pítur, hvað hefur að segja, við erum ekki fljótari þeir við erum ekki tekniskari, við erum ekki líkalega sterkari, við erum bara skemmtilegri nei, alveg, þetta var rosalegt en brandarinn, við spiluðum við hana, þeir væru svo meistarar, heimsmeistarar 94 og töfum 3-0 það var 1-0 fram á svona síðust, með minni að það var síðustu 10 minnunar og Jóli fekk, ég minni að ég ætla ekki að fara, ég held að hann fekk 2-3 döða hann var að spila strækar hana og klikkaði á möllum og svo setaði 2, Ronaldo spilaði sin fyrsta leik hana, junior litli hann er ekki lítill dag, hann er stór en þarna var hann fyrsta leikuna, hann skoraði öll markin 3 mark shit það vantaði 3 menn sem spiluði ekki það var Bebeto, Marco Silva og einhver einn annar þeir voru gæðir sem voru að spila á Spáni þeir voru með alveg fáránlegt og svo góður í fótbolta en þeir voru ógæðislega fysikal og það sem ég kannski koma inn á að því þú veist að tala hverju betri mér hefur svona fundist þeir eru með 2 svipulið það lið sem er meira fysikal allir fysikal við varum með 10 leiki og þá myndi þeir rúglega vinna 8 leiki ég er eiginlega vissum það því að ætla þú veist, tikk, og ekki vera bara svona gúti gæðin þá farið ekkert fyrir það þannig að mér veist eða bæðilið eiga veist, mikið kredit blikana fyrir að taka þetta en bara Víkingur náttúrulega með frábært tímabil bara mjög mikið kredit á það því að þetta er mjög erfitt á öllum vikstöðum og ná einhvern veginn, lenda lík í brasi auðvitað náttúrulega bættur alltaf vissi leikmönnum þeir lendi í vissin, þá bara sóttuðu leikmenn voru mjög aggressífið þar að því að við á einhvern tímapunkti þá vorum við að tala við ætlum að fara í hérna Tarík en gerist ekki neitt en Víkingur kom bara tókan þannig að þeir eru mjög aktífir á leikmannum líka klálega búin að gera mjög vel Mér langar að taka smá heimaðinu settum heimaðinu Arnar fyrir þátt gerum það og það eru þetta búið Dokkobit 1000 manna í Evrópu velja að vinna á skilvirkari og snjallari hátt án pappirs rétt hann er líka ekki með pappir, hann er með þetta í símanum að sjálfsög, væntanlega búið að rafrænt undir þetta örugt og Arnar er búin að undir þetta veit ég hvort það fæst undir þetta Nei, en Dokkobit nota nánast á hverjum degi þakkláttur alla daga og hérna svo eru þetta ekki verða það er svo fallit að vera tvöföldu sambandi sko. Það getur verið það. Ég veit það er mjög fallegt sko. Bæði í vinnunni og svo líka í kvöldvinnunni en Arnar, það er komið að draumaliðinu, sjátt á það frábæra hlaðarfrindar 11 bestu leikmenn sem að þú þjálfað í einu liði Sko, það er svolítið erfitt að segja 11 bestu þannig að sko að því að hérna, ég ætla svona aðeins að gott með formúla en þess að 2015 þá var ég með Blikana þá lendum við í öðru sæti eftir FH, 2 stöðum eftir þeim þá er Gulli marki, Arnórs Sveinn Elvar Freyr, Damir og Kitty Jóns þetta er svona, þeir spiluðu langmest Andri Jömann, Óliver og Artur Ari hérna, miðunni, Guðjón Pétur, Ellert og Höskuldur þetta var svo kom hann hérna Jonathan Glenn á miðju tímabili og raðaði en þetta var svona það lið sem hérna náðu öðru sætinu, svo Káa 22, þá var Stubbur Þorri, Dúsan, Ívar, Hrannar Danni, Rodri, Svenni Grimsi, Áskir, Nökkvi þetta er svona þeir sem spiluðu mest þetta voru einhverjir aðrir, svo hérna við horfum á Val 23, horfum með Fredrik, Birkir Már, Hólmar Örn, Elvar Freyr, Siggi Lár þetta er varnarlega sem spilaði langt mest það ár Aron Jó, Hlynur Freyr og Kitty svo voru svo mikið hreyfing á líka þarna, þú veist með Birkir Heimist, þú veist með Orra Rapp sem komið líka, þetta er svona það sem kannski spiluðum mest og Guðmundur Andri, Adam Ægir, Patrik og Tryggvi Rapp
þetta eru þeir sem voru svo komu inn sem sagt fyrir tímabili núna fyrir 24 Jónatan Ingi kannski og Gylfi ef ég ætti að svona því ég var ekkert að hugsa eitthvað, ég var hérna stuttan tíma úti í Belgíu ef við tökum bara úr þessum 3 liðum sem við verðum svona Það er svona 3 lið sem við horfið til mest Já, mest svona að því að þér tölum svona að það er svo erfitt að hérna, ég hugsa að maður myndi alltaf taka Fredrik í markinu Ok væri með hann í markinu Gulli loka nú rammanum heldur betur hérna Stubbur, Ólsegur sko, málið það, þeir eru allir frábæri Gulli er náttúrulega líka frábæri hann náttúrulega Gulli náði þessu einstaka afreiki að taka 13 mörk á sig Já, það var rosalega vörðmaður þannig að ég er með Gulla þar sko fyrir aftan þannig að þeir eru Fredrik tekur vinningin samt þetta var mjög erfitt Allir góðir Hvað leikir allar að spila? Ég held mig bara við það sama 4-3-3 sko Fredrik í markinu má sjá þetta er svona hérna ég er að fara inn í þetta hérna ég var aðeins svona já sko svo ég sé myndi nú setja gamla mannin Birkir Már hérna hæra megin Hólmar þegar hann er heill en svo er alltaf spurning hvernig áttu að í heildina veist, en ég sé myndi setja því að ef maður tekur bara þegar menn eru heilir að ég var að setja mínum sterkasta allir heilir hérna þá Hólmar Damir ég myndi taka hann Kitty Jóns hann var helviti flottur veist, þá er ég að þetta er náttúrulega mjög sóknarþengjandi lið svo var ég líklega með á miðunni því nú er ég að horfa bara á þessa gæja veist, eins og þeir spila fyrir mig það er eflust gæja sem hafa á einhverju tímapunkti spilað kannski betur yngri eða þá var ég með Danna Hafsteins Rodri, tjúbun á miðju og Gylfa Þór þá 3 Káa miðja og Gylfi svo var ég með Höskuld Slash Jónatan þeir væru hérna svo Patrik og Nökkvi þannig ég er með Patrik, Höskuld, Jónatan, Nökkvi þetta er svona svo er ég með Gulva, Arnórsvein, Elvar, Grímsa Sveitmarkir, Kitty, Hlinur, Tryggvi Aron líka þannig að en veist, þegar maður myndir spila akkurat ekki með Aron alltaf er bara verið rosa mikið meiddur og kannski ekki alveg veist, því að maður er líka að horfa bara consistency veist, og hlaupa getu og annað og þá finnst mér bara með, veist, ég held að sé færri eins góður og Rodri í djúpu miðstöðinni ef ég væri kannski það var kannski Pablo Hann er Rodri á Íslandi hann er rosalega góður sko. Svo er Danni bara veist, þegar hann er upp á sig þá er ekkert margir svo Gylfi náttúrulega bara Gylfi af því að ég þó svo að Gylfi hafi verið meiddur þá sína samt hvað hann getur veist, þannig að svo ertu með Höskuldu þegar ég spila það var hann kantmaður þó að ég setta nú líka hérna en veist, ég er svona að horfa á það Jónatan var alltaf frábær þegar hann var meiddur Patrik alltaf besti strækjarinn maður spyrir átti eitt, heldur við tala þetta fyrir þátt sko, og tala Gylfa og tala aðra leikmenn á hann að leyfa leikmennum sem eru nýjar komin inn að vera velkoming area og allt það sko hvernig trýtaði Gylfi til dæmis bara nýja leikmenn og unga leikmenn Gylfi er bara, veist, er bara reykjala flottu drengur sko, eins og ég sagði hérna á hann er svona meira svona leading by example hann er bara svona nonsense bara mætir alltaf tímalega og 100% hugsaður sem þetta aldrei hafa ágjör á honum þetta ekki ágjör eða leikur eftir tóta að hann sé eitthvað starf annars þar að annan að hvíla sig og ef hann er ekki 100% þá er hann bara á fullu að gera eitthvað til að ná sér góðum Var hann ekki að láta leikmenn heyra það á einhverjum? Nei, hann er nú yfirleitt tiltölulega en hann gat alveg gert það veist, ef hann var misbauðið eitthvað það er náttúrulega bara veist, að þá kannski veist, þá leta menn alveg heyra veist, þannig að hann gæti alveg gert það líka en hann var ekki svona staðaldir hann var frekar að tala með menn og reyna að vera jákvæður sko, og svona hjálpa mönnum mér finnst þannig að því maður var ekki viss sko, hvernig maður var búin að heyra ýmislegt sko, hvernig hann væri að hann væri náttúrulega veist, bara meira út af fyrir sig og svoleiðis
en hann var mjög mikið að hafa bara gaman, mikið að grínast og fíblast og þannig að ég hafði mjög gaman að því, að því ég var ekki viss hvort að hann væri bara svolítið svona já, bara tilbaka og eitthvað slikt en hann var það ekki, hann hafði greinlega bara gaman að vera konið fótboltaður sem, ég leita til þess að ég fer í fótbolta einu sinni 2 í viku núna á 60-aldri og þetta er bara my moment sko, það er bara, mann er svo lítið krakki að djöflast í fólki og fíblast trasstokka alveg hægri í vinstri og þú var maður það náttúrulega annars lagi í baki Ég er þetta hveti allan til að taka þennan mynd, það er ekki sens að þessi gaur sé á 60-aldri sko. þannig að þetta er svona þannig ég, eins og ég alltaf sagt sko að ef þú ætlar að ná virkilegum árangur, þá verður það gaman en það þarf að saman tíma þarf að vera pró þarf að vera þannig að þú ert að leggja fram, það er heldur ekkert gaman að, eins og ég sagði oft við valsliðið og ég var svona að reyna aðeins að tjónka við þeim, ég sagði maður er hérna með val það er ógrynni á hæfileikum það er svo svekkjandi strákar ef við horfum eftir 10 ár, 15 ár ég var í val í 3 ár ég vann ekki neitt með alla, ég sagði þetta er ekkert vandamál ef ég er í einhverju liði sem bara, við getum hvaða lið fjallir núna, Fylkir og hvað, Jesús það skiptir ekki það sé bara, ok, þar þú getur ekki ætlast til þess að vera Íslandsmeistari þar en þegar þú ert í liði þar sem er bullandi potential og þú kannski gerir ekki allt eða það er þá verður maður svektur að þegar það eru mögulegar og þú gerir ekki allt til þess að ég er brjálaður það er bara, það er það sem maður svona svo horfum maður á Blikana, horfum maður á Víking strákar þar sem eru ekkert endilega kemst í valsliði en er að gera geggjaðar hluti maður sér bara spyrriti og það er verið að vinna og það er sameiriti eitthvað það er geggjað það er svona sem gefur svo mikið sko, í þessu Klart Ekki spurning ferum okkur langar að ná nokkrum atriðum áður en við slúttum þessu hér það er ekki oft sem við fáum Arnar einu svona ári sem við tölum ef við tökum örsnögt landslið og það er auðvitað sæmilega óverið daginn og gott að vera tryður ég hugsaði mitt þegar ég sá fréttakonuna bara fjúka á rammanum ætlum að hafa verið tryggð það tala hann upp á hérna Hellisir það er svolítið mikið rótt það var smá gustur gustæðis en já, það er tíðin þeir eru efstir í ánægðunni alltaf þannig að það segir eitthvað sko landslið Arnar samanlega Tóta Örlygs og KSÍ að keyra á Arnar Gunnlaugsson Freyr Alexanders lengi orðaðu starfi líka og kannski einhverja erlendir, ég veit það ekki Jú, ég held að það var eitthvað eitt hann sem þjálfari Mainz sem hérna var ekki hann hérna svo sem var Bó Henriksen ótrúið hvað hann er en ég held að það hafa aldrei verið raun af mögur en ég allavega er rosalega spenntur fyrir Arnari ég svona ég svona hefði freka vilja sjá hann Freyr er alveg búin að gera fína hluti en ástæðan fyrir að ég myndi freka vilja fá hann nafnið náttúrulega það er náttúrulega aðra nafnið sko það er AG þetta er nánast Arnar Grétar þannig að við náttúrulega vorum saman hérna spilum yngri landsliðunum saman og svona, en bara strákurinn það sem mér finnst bara, hann er búin að gera rosalega flotta hluti og það sem ég finnst líka maður þurfi svona að horfa, hann tekur Víkingslið og hann er að búa til eitthvað og hann er að ná að halda því og ef maður horfi bara á punktana sem hann er að taka í leikjum meiri sem núna í Evrópu og það var náttúrulega að tala hann var eitthvað ríður milli hans og minnum Óskars sagði alltaf að Arnar hefði ekki gert neitt í Evrópu en hvað er að gera eitthvað í Evrópu af því að oft leikirnir sem hann kannski var ekki að ná í úrslit að það voru samt leikir og hann átti fína leik en hann datt út, spila á móti Malmö hérna og það voru hörkuleikir
þannig að það finnst mér miklu mikilvægur heldur en kannski bara þá sérðu þessi gæði að gera eitthvað þannig að og svo kannski maður horfir á Frey hvað hann ef maður horfir sko, hann var í Lyngby kemur hann engum upp deild, heldur þeim upp í deildinu sem er fínt og gerir góða hluti þar en ef maður myndi kannski skoða svo fyrir hann til Kortræk og næði náttúrulega að gera kraftaverk þar að halda þeim sko, veist, sem var stórkostlegt að gera og gengur nú ekki vel hjá þeim eftir að ráku hann nei, en sko það náttúrulega gekk ekki frábærlega veist, fyrir, það var ekki mörg stig sem hann var að taka veist, en mér fannst bara eitthvað meira spennandi hitt en svo segi ég líka bara veist, ef ég var í spórunum hans Freys komin út búin að vera úti hann ennþá ungur, Frey er ekki bara 43 ára eða eitthvað veist, þetta Freyr sé allavega 10 ára mingur en ég og að þú ert komin út og ert svona ennþá eitthvað veist, það er hiti fyrir þér vertu úti og veist, þú getur alltaf komið veist, hingað Hvort stærra Brann eða íslenska landsliði? Ég hugsa nú eins og staðan í dag hugsaði nú kannski að þetta eru bæði flott störf en ég hugsa sko þú veist maður ekki að segja íslenska landslið Hvort þú tekið? Sko, það nú kannski ekki að marka mig en sko, ég hef oft sagt að kom mér á óvart með Arnars á landsliðinu að því leiti til sko að ég finnst alltaf eitthvað með landslið fyrir mér svona meira þegar maður orðin eldri mér finnst eitthvað neginn, maður þarf að safna sér rosalega reynslu en þess að þú hefur leikmanna örfa á daga og preppa og gera það sem þú hefur undirbúinstíðinbil og þú ert alltaf að vinna með þeim þarna hefur þú bara þú ert að fá bestu leikmanna en þegar þú ferði í topplið þá ertu með góða leikmenn sko. Þannig að og það er alltaf erfiðara ég hef náttúrulega talað við slatta á landsliðsþjálfurum og það segja allir bara höfuverkunum, það er engin tími hefur engan tíma það er bara að þú fær 4 æfingar leikur veist, og þarf það úrslit og svo bara tekur það saman pingupóns, það er ekki nema að kemast í lokakefnir þá farið kannski 2-3 vikur eða mánuð eða. En ég hjó eftir að Arnar Gunnars var þessu frábæra viðtalið á MBL hann talaði sko að ég gerir ráð fyrir því að leikmenn séu núna að skoða mína taktík og við ætlum að spila allt annað fótbolta en okkur var að spila Arnar okkar maður, er þetta raunhæft? Nei, ég veit ekki hvernig þeir eru að vera að skoða hans taktík Eða sko á Jói Berg að vera að horfa okkur að leiki á Víking í sátti? Nei, ég held líka bara sko ef maður tekur skrið tilbaka og Víkingur í flestum tilfellum þegar þeir spila á Íslandi eru þeir dóminant nema móti svona stærri liðunum þá er svona meira jafnræði eða kannski þeir aðeins yfir eða eitthvað svoleiðis þannig að en í flestu leikjum eru þeir bara að hápressa ef þú ætlar að hápressa frá íslenska landsliðinu við tökum bara Þýskaland Holland þá held ég að lendir í vesinni þú getur gert á einhverjum köflum ég er eiginlega viss um það, þú gerir það vel og nærið að drilla, en þarna er þetta að drilla Arnar, nafn okkar Viðarsson, hann reyndi að gera þetta og það gekk misvel þannig að þess vegna lendi hann en hann var alveg hugrakkur, þeir fóru upp og þeir reyndu að fara upp en þetta er bara djöfulega erfitt og rættu að það, við erum alveg með fínt lið og við erum með leikmenn sem eru að spila á nokkrum stöðum en svo þú fer að spila mútið stóru þjóðunum hvað eru þeir að spila? Allir í Premier League eða í stæðstu liðunum á Spáni eða, þannig að það eru allir að spila hjá okkur er þetta svona hist og her þannig að það er ekki, við erum með góða leikmenn en það er ekki alveg sama þannig að og það að leikmennin séu að þú veist, ef maður hugsa bara þegar maður var að aldrei fór ég að spekla í hverju landsliðsþjálfari Það var að horfa að leiki hjá hann eða bara hvernig taktík er hann að fara að spila það er bara þú mætir og þá kemur hann og hann segir ég ætla að spila svona ætla ég að fara að gera þetta hann hefur bara hann eitthvað að glugga núna og ég veist ekkert það Arnar veit alveg hvað hann er að gera með skýra sín og svo er bara það hefur hann lítið tíma og vonandi bara segi ég nær hann fljótt úrslitum en þess að með úrslit farið trú og þá kemur meira þetta er allt spurning um það þannig að þú kannski með allt á hreinu og svo kemur svona nærríkjúslit og svo kemur aftur nærríkjúslit að þá kemur svona ákveði
fótbolt svona momentum Já. ákveð að sérstaklega þarna Já. þannig að en ekki það, ég rosa spenntur fyrir að sjá hvað, Já, þetta verður spennandi. já, gaman að sjá hvað hann gerir en ég ekki alveg að átta mig á að leikmennir eiga að vera að skoða ég held að hann bara þegar hann hitt ekki leikur núna fljótlega Jú, Og- svo, já. já, þannig að þá hefur hann bara sinn tíma til að drilla sína taktik ég held að hann sé ekki langt frá jú, getur vel verið ef hann ætlar að spila eitthvað svipað á Víkingur þetta svolítið þannig að hann vers svolítið 4-4-2 Já. og þegar hann að sækja þá breytir hann í 3-2-5 eða 3-1-6 eða ég veit ekki hvað hann har hakri sigur hann með 3 manna yfirleitt í uppspilinu og annarkvort 2 bakur kemur inn og hinn íta upp á 5 manna lína mjög algengt og sér þetta í ykkurum í dag en það tar ykkur tíma Verðum við ekki alltaf líka bara Kára Árna að tala um þetta miljón sinnum við erum alltaf að fara að vinna þetta á okkur varnarleik Já, það er það sem hann mun segja það er gaman að sjá hvað hann segir núna hvað hann segir ef hann ætlar að fara að pressa þannig að það verður gaman að hlusta þegar hann ætlar að hvað hann segir við nafna minn Látum okkur sjá sko, eitt sem ég langaði að ræða þig frá þú tókstu Vestlandin fara frá Vali Ágúst ertu búin að vera nálægt því að skrifa undir einhver staðar annars staðar? Það er ekki nálægt ég að skrifa undir en svona það var eitt dæmi sko, sem kom ekki löngu eftir minni það verið í október ágúst, september, lók september byrjun október eitthvað svoleiðis, það var líka Kýpur og það var allavega svona, ég veit segja, að vera smá klúður hjá mér og umboðsmannum hvernig það endaði, það hefði átt að geta verið þannig ég átt að geta verið komin út og komið með svona Það var klúrið að þér? Já, ég ætla að koma sér Hver er umboðsmaðurinn? Ég ætla að koma sér umboðsmaðurinn sko, málið það að það er nú yfirleitt þannig að ég þekki aðeins til í þessum löndum og yfirleitt er það þannig að forsetinn ræður það er sá gæi ef hann segir heyrðu, ég ætla að borga þér X svo kemur framkvæmdastjórinn og hann segir X mínus eitthvað þá er það, heyrðu, forsetinn var búin að segja það sem gerist þarna var raunum bara það umboðsmaður tala fyrst að því að það er þjálfarinn fer og tekur við gríska landsliðinu kýparska landsliðinu og þannig að það verður laus stað og þá hent inn og forsetinn bara, er hann klár að koma þetta er launapakkin og þá sem bara flott og talaði svo bara við framkvæmdastjórann svo kemur framkvæmdastjórinn og hann sendi bara á skilabóðum þetta er pakkin, blóm, kom bara laun og hús og bíll og einhverju bónusar og nær þessu og eitthvað svoleiðis og það var eitthvað smá munur frá því sem forsetinn sagði það sem var að segja leif staðin fyrir að segja heyrðu, Arnar er klár en það var umboðsmaður sagði heyrðu, Arnar ég var búin að segja hann að forsetinn þetta var upphæðin, hann er klár að koma staðin fyrir bara heyrðu, við erum klárir þetta var eitthvað 2-3 milljónir nettó sem munaði þetta var samningu fram á sumri og aðaladri bara komast inn í púlíuna þannig að það sem gerist þarna þá eitthvað neginn, þá bara svona ég þarf eitthvað að kanna þetta og svo líður eitthvað og áður en veit þá var hann búin að semja við eitthvað nýtala eða eitthvað þar var klúður og svo náttúrulega fóruð dansi langt með Colling en á endunum gekk það ekki þannig að það er svona það sem hefur verið svona næst og eru ofta að koma eitthvað en ekkert eitthvað svona ekkert svona alvöru. Það er líka vandamálið að vera á þessu litla skeri sem við erum á sko að það er ekkert mikið góð störf hérna í Íslandi. Nei, ég veist að það er þjálfari. Já, það er náttúrulega að þetta er ykkur svona ef við segjum, við getum sagt hvað eru mörg lið núna ef maður horfir bara núna að efstu deild sem ætla sér að vera Íslandsmeistarar 4 eða eitthvað. Hver er það? Breiðablik, Víkingur, Valur og KR. Já, ég er ekki eins og við sem að KR síðan. Það eru kannski 3-4, Jú, Óskar. Með svona hvernig hlutirnir eru þar, þá myndi ég halda að það er svona komið trú þar. Þó að þeir séu örugglega ekki, við verðum að vera Íslandsmeistarar. Þeir átt að segja á því að það er núna uppbyggingaferli. Verða það konni með gras, gerfigras? Já, skilst það. Já, það skiptir máli. Þannig að hann veit spila fótbolta og hann er alveg að rekrúta leikmenn sem eru Spánveri sem hann tók, Alexander Helgi, allt flott í fótbolta menn hann er alveg að gera, það er gaman að sjá. Það er injury prone enga síður leikmaður. Hárrétt,
það er injury hann svolítið meðsakall en þegar hann fit Það er geggjaður, hann geggjaður gíslega góð. hann var geggjaður hérna 21 þegar þeim Blikarnir áttu að vera meistarar en sko, ég myndi segja þetta eru spennandi, FH var þarna þeir eru það ekki í dag bara mjög mikið vandamál peningalega þannig að það er ekkit rosalega mörg nema þú hefur bara gaman að vera að þjálfa og þá getur þú hort á öðruvísi ég er bara að búa til og sjá bætingu og kannski markmið að vera ekki falli reyna að komast í efri hlutan við getum sagt maður horfir á Fram núna, nú er þeir svolítið í því að horfa á top 6 að komast þangað þannig að við getum sagt Káa þeir eru svona að lefa sér að dreyma en nú er náttúrulega búin að höggva svolítið í Geir Áskir orðin eldri, Elvar Átinn sem er náttúrulega ekki spila stóra rullu farin Danni og hérna Sveitmarki farnir þannig að það er svolítið Rodri sem er búin að geggjaður árun eldri hann er núna 35 eða 6 þannig að það er að koma smá svona skil að það þannig að það verður svolítið svona frálega að sjá hvað gerist þarna Var eitthvað til í þessum hákáslúri? Já, ég talaði við þá ég talaði við þá ég hafði alveg áhuga á því starfi ég hafði það en það var annar sem hafði meira áhuga hann hafði þess meira áhuga það er bara svo leið já, algjörlega Þá er þetta bara komið að riddarspurningunum sem er jafnframt síðasti liðurinn í kvöld og vera virkilega skemmtilegt ég ætla að hafa þetta svona Ég er meira fyrir biskupinn sko Já, hann er biskupakall Já, höfum svona slashraða, ekkert endilega mútu alveg gefa það tíma en kannski byrjum bara því Lókarinn, Bruce, Glasgow eða Athena sumafrí, hvert er best að fara? Fyrir hlustendur Já, ef ég myndi byrja Athenu Bruce Lókarinn er bara svona breytt maður, þetta er svo breytt frá því að við fórum hann núna síðust ári Belgía er náttúrulega mjög skemmtileg ég er náttúrulega alltaf gaman á skotunum en maður er kannski ekki að fara að þanga fyrir matinn eða blóðmurinn já, maður getur ekki já, en þú getur farið á alvöru derbyleik þú getur farið á Ibrox eða þannig að það, þú myndir ekki sjá til því Nei. Ég ætla alltaf að fara þangað núna og fara og kíkja á Virmin sem er að þjálfa sem er í miklu, það er mikið verið að hamast í honum fyrir Clement hjá hérna Glasgow Rangers núna þannig að við setjum þetta Athena, Bruce, Glasgow, Lókarinn já, eitthvað svoleiðis Búdvar, tekniska gullið skál já, skál strákar skál ríkalega gott tekniska gullið Blix, Káa eða Valsprojektin, af hverju ertu stoltastur sem þjálfari? Ég sko ég sé svona Káa hvað ég náði að gera þar mér var svona vera svona þegar ég kem að berjast við svona ströggluð að halda sig í deildinni og það var ekkert verið að láta sig dreyma að gera ykkur alveg hluti nú konir svona það var verið að gera grínaði með einhverjum tíma í fyrra fyrir það þeir voru ósátti fyrir það þeir var ekki verið að ræða við að vera meistarar Tókst Káa úr því að vera bara lið sem að enginn ætlaði bara irrelevant já, ég er að segja það þannig að og svo getur maður kannski líka sagt þegar ég var með Blikana 2015 þá voru þeir ekki Breiðablik það sem Halldór og þeir eru í dag með peninga og annað, það er bara svart og hvítt við vorum að Kópavogsvelli, fyrstu leikirnir og síðustu leikirnir ekki góðu völlur og með miklu minni peninga við ætlum að vera í 5. og 7. seti peningalega þannig að það var líka vel gert maður hugsaði það svoleiðis þannig að ég myndi segja þessi svo kannski Valur við vorum með ég hugsa kannski þar voru náttúrulega með mun meira fjármann þar sem ég vanur og hefði náttúrulega viljað ná meiru, ég er alveg ánað með fyrsta árið en maður vill alltaf meira og það var of mikið svona það sem var ekki að falla með okkur í fyrra sem kannski verður til þess að þeir taki í gikkin en maður má vera ósáttur við það en ég myndi allavega að segja að það er Káa Breiðablik og svo kannski fyrsta ári hjá Val það er ágætist að taka þá frá ég man ekki hvað árið
veistu í hvað sæti er endur 22? Káa? Já, nei, Valur Já, sjötta held ég Já. taka úr sjötta í Já. annan og það er líka það sem má ekki gleyma að það var mjög mikið niðurskurur á budgeti sko Já. á sama tíma Já. þannig að það er ekki að byrja alveg saman Nei, kannski ein sem er ekki hraðansvarlegur þarna, sko, Heimir Guðjóns var hjá okkur góðu viðtali fyrir einví aldarina þegar Hötti Magg kukkaði. Það var mjög skemmtilegt ég horfði á okkur Sko, þarna, hann talaði Óli Jó látin fara ég látin fara, nú er Arnar Grétarsson látin fara, er vandamáli kannski innanfrá, ekki þjálfari? Ég ætla nú kannski ekki að, þú veist, málið að Þetta eru bara staðrendir. Já, en sko það sem hérna ég vil kannski að segja að þau eru kannski eitthvað aðeins að svona hrista til í hópnum. Já. Það er eitthvað aðeins verið í því núna, ne? Já, veist, en ég, veist, að því að veist, ef við tökum bara þessa gæja, veist, þetta eru allt fínir þjálfarar. Já. Og nú er búið að eyða miklum peningum í val á þessum árum. Ég er ekki að segja endilega að þeir hafa verið nummer 1 peningalega, en þeir voru í topp 3 voru 100%. Og hérna þannig að það er kannski þarf aðeins veist, ég myndi segja að það þarf að endurskoða samsetningum hóp. Næsta spurning var Arnar Guðlaugsson eða Óskar Hrafn, betri þjálfari? Ég held þessi bara ólíkir þjálfarar. Er að vera að mæta? Þeir eru báðir erfiðir. Já, það er nefnilega, það er ógeðslega erfitt að segja, ef við tökum bara, ef maður ætti að fara, Arnar náttúrulega er búin að grænda úr Víkingsliðinu, hann tekur við þá alveg, er raun og búin að gera helviti vel þar, en maður kannski, að því nú maður að svona, að því að það er rosalega erfitt að því maður er utanfrá. Veist, maður er svolítið að maður tekur inn það sem maður heyrir rosa gott ef maður tekur sko umhverfið í kringum Arnar, menn tala vel allt þar, stundum búið að vera smá í kringum, Óskar er ekki auðvöldur og það er svona smá, það er læti í kringum hann og hann er ekki allra og stundum hérna, ef þú ætlar að vera í langan tíma einhvers staðar að þá held ég að skiptir rosa miklu máli. Ég er ekki að segja að þú þurfur að vera undirgefin, alls ekki, en þú þurfur að læra að vinna með fólki, veist, að umgangast fólk. Það er allavega eitthvað sem maður heyrði allavega í Kópavoginum að það var svona erfiðleikar. Já. En hann báði frábæri þjálfarar og búin að gera frábæra hluti. Já. Svo er það kontakt fyrirtækja ráðgjöf, kaup, sala, samrunni fyrirtækja, fjármögnun, endurskipulagning, verðmat á fyrirtækjum, áreiðleikakannanir, matskerðir. Svo elsta og virtasta? Já, þeir eru búin að lengi bransarum kunna þetta. Þetta eru bara 5 manns sem starfa þetta. Ávið 20. Já, maður velti fyrir sér sko þegar með 5 starfsmenn sem að eru, já, einhvers staðar heyrði ég ávið 5.000. Sko, maður velti fyrir sér verðmat á fyrirtækjum, hvað fæði það? Kontakt fyrirtækjar. Já, og þú veist að líka að þeir eru með 5 starfsmenn og þá fer það út í verðið. Já, þú vilt meina minni yfirbygging því skilir sér í betra verði? Já. Já, og meiri geðum. Já, það er akkurat þannig. Svo erum við með auðvitað búlunni. Wow. Hún er svo innilega góð, hún búlan, að gera hambúrgara. Sko. Ég vildi óska þess að búlan væri opin 24/7. Þá væri ég að fara þangað beint þetta þátt. Áttu alveg? Já, þú ert hambúrgara kall. Já. Ég líka kjúklingaborgarinn, þetta er alveg kjúklingabringa. Þetta er ekki örbylgju hitta rust. Nei, þetta er alvöru. Bara alvöru bringa, steikt á alvöru grilli. En svo er þetta Sút upp og Arnar, náttúrulega einn best klæddi maður landsins. Hann mætti síðast í þátt til okkar, þá var hann einhverju sturlari peysu, Úlfur, nei, hvað heitir merkið? Sút upp örgulega. Já, Sút upp, já. Já, en hann er ekki segir í peysu í dag, ég hvet alla til að sjá þennan í mynda því að hann hefur verið 60 maður. Leka á hann gæði. Rittarspurningarnar auðvitað innsendar frá ritturunum með hlustendum. Baldur hjá Bónus, hann er með þetta er spurning hérna, það er allavega spurningamerki í lokin. Réttu mánaðarins kjúklingur í súrsætri sósu með hrískrónum á 968 krónur. Arnar. Er þetta rétt? Þetta er satt. Já, hann setti bara spurningamerki við. Það er svolítið. Hann sagði bara, er ég alvörin að gefa þennan mat? Þetta er yfirleitt fer maður að borga 3 skall eða 4 skall. Já, það er verið að gefa þetta. Það er svolítið. Það er verið að gefa þetta. Anskotin. Hvað lifir Íslandsmeistari?
25 Þetta er tricky spurning mm. Ég held að verði ég held að Breiðablik og Víkingur muni berjast um það Já, spurning hvort að KR blandi sér í það ég held að Valur gerir það nei ekki nema að það verði einhverja breytingar núna ég veist svona Þetta er að Sölvi challenge þetta fyrst tímabil það geti alveg, veist ég Verða Dóri gera það já Sölvi ég er búin að vera með hann hérna einhverju námskeið hérna þetta er flottur drengur og svo náttúrulega eins og ég segi hann er búin að vera núna bæði sem leikmaður undir Arnari Þetta er ekki en úlingur sko Nei. Þessi gaur veit alveg hvað hann er að gera sko svo er hann núna búin að fá skóla góðan tíma að vera við hliðina á honum en svo kemur náttúrulega skiptir svolítið máli hvernig byrja hlutinir þú sérði ekki fyrst fyrir þú lendir í erfiðleikum það er ekkert máli að stjórnandur að gengur vel hvernig ætlar að gera það gengur illa hvernig ætlar að höndla hópin þegar það gengur illa þá reynir á því þannig að sama eins og hjá Dóra í fyrra það var svona smútt, það var ekkert svona eitthvað rosalega bumpi, ég lendi aðeins og eftir svona Aðeins datt út að byggar og Evrópu og svona en náði að koma þér svona, það var ekki eitthvað svona, það var aldrei langt á eftir í deildinni, það var alltaf svona bara aðeins trailing náttúrulega, við getum sagt ávalli kannski að það verið en það var samt ekki gert neitt þannig þetta múti Keflavík, en það var samt ekki gert neitt veður úr því mér finnst það ekki vera eitthvað þannig Ég var brjálaður en svona En hann hlóði á endanum en ég held að þetta verði það kemur á óvart að það verði aðrir en Breiðablik en ég held einhvern veginn, ég veit ekki með KR það er svolítið svona Við komum árið eftir við eitt project ár ég er að segja, fyrir mér er þetta svolítið svona wildcard, það er bara Erum við dark horse, eigum við séns? Ég held að Káringa gæti alveg ef allt smellur þá gæti þeir alveg blanda sér í þetta Ég held að vera líka rosaleg stemming með eitthvað núna í sumar því miður sko. Ég held að það gæti alveg Já, ég veit ekki, mér finnst eitthvað að vera svona Manni fyrir bara hitni í hamsi hérna En vandamáli er að við erum með heilan á bak við Óskar, við erum með Dóra Jöfullin sjálf Já, þið reynda með King Dóra með hann í billi Takk Látum okkur sjá Kemi, Álarsmotta, McCabe, Gasoline, Level, Paste, Parta þóttavel, Koppafeiti Þetta fæst að sjá svo allt í Kemi Þeir eru líka breytt upp á nýjungum Ég veit að þeir eru að þróa nýjan Tjörur hinsi núna og hann á að vera engum líkur og það aftur að hitta mann í hamsi Þetta er svo Nú ertu að ljúga Nei, ég segi þetta satt Pétur Pétursson spyr Hvor hausin er segari, Bjarni Haus eða Pettfokkarinn? Sko ég Þetta hlýtur að vera félagi Pétur Landsbankanum þetta grín Pettfokkarinn Já, við viljum segja þetta Pétur Haus eða Pettfokkarinn Ég var líka bara á ég að skrifa Þegar maður fær svona spurningar Þetta er algjör meistari maður er svo mikið að treysta rittarana Hann er ros Ef við ekki Þú var að útskýra hvað gaur er þetta? Ég var að vinna með Pétur, það er kóngur Já, Pétur Pétur Haus maður Nei, þeir eru hrikalega flottir Var þetta ekki Bjarni, hver sendir þessu spurning? Pétur, Pettfokkarinn Já, hann sendir það Hann er náttúrulega Pettfokkarinn hann er rosalur Ég myndi segja hann er með vinningin sko. Er það? Já, hann er Segir það Haus Já, hann er svakalur sko. Líka bara hann er svo spontant í öllu ég veit ekki hvað oft þess að við erum að vinna saman hann maður getur ekki látið að hafa það eftir það sem hann oft sagði sko, flestir hugsa en það sem hann segir hann er algjör meistari svo er náttúrulega Bjarni líka mikill meistari svo er náttúrulega ég held að sé þriðji aðalinn sem er komið núna hann var, þegar ég var þetta niður frá þá var hann í hverju var við köllum að Færeyjabaninn Antoni Karl Gregori Hjólæsturinn Já, við kvöldum hann alltaf Færeyjabarinn sko, því að hann skoraði bara mörg á móti Færeyjum þannig að hann var ekki ánægður með það sko Hjólæsta spyrnummeistarinn sko Bjarni Haus, er það Bjarni Engabankanum? Já, Bjarni Haus Þetta er algjörum meistari við erum alltaf, ég var náttúrulega unnum saman Saknar þeir ekki? Jú, við erum alltaf reglulega ég talaði bara Bjarna núna hvað þetta er, já, ég talaði hann ekki hær þannig að veist, ég er alltaf í reglu yfirleitt hefur við svona hverja ára tekið eitt gólring eða eitthvað svolítið, við gerðum við sér ekki fyrra en við erum alltaf í saman Pétur er hörku gólvari
Já. Bjarni er svona mellifær sko hann er Hann tala meira já, slæðir. Bjarni er meira bara svona, veist það er hægt að taka messi til að bera killunar ég ætla að vona að hlusta á þetta hann er fyrir álaðum en Petti er alveg í gólfari sko. Já, þetta vákvæði það er gaman að þessum lið. Fleiri frá þér, Pétur. Petti svo var gaman Hversu góður þjálfari var, aðstofið þjálfari var Viktornar og er? hræðilegur sko. Já. Nei, Viktorinn bara, veist, eins og ég sagt, efnilegu strákur sko. Mjög svo fyrir að fyrsta bara, hreinn og beit og svo hérna hann vita fótbolta, hann er nefnilega og það sem hann hefur, hann er með svona já, allavega kom mér skemmtilega óvart að þegar þetta nafn kom til greina þá var svona fyrsta sem ég sagði nei, ekki þennan maður, ég veist þá myndi ég bara eftir að hann var í einhverju rugli strípaður og í einhverju bulli sko en fekk allt annan gæja hann bara ríkilega flottur og komið bara fjölskyldu, rólegur og bara, veist, komið skemmtilega óvart þannig að ennþá með strípunar í sig já, hann er svona töffari veist, þannig að en hann er efnilegur eins og ég sagði við hann að þegar hann fylgdist með nokkrum leikjum hérna með annar flokki á Val það er svo mikið passion í honum og ég sagði stundum, veist, þú mátt ekki segja allt það sem þú hugsa sko. Veist, og það er ekki alveg þannig að leikmennir er ekki með, þetta er ekki joystick veist, ef þú segir, veist, spilaðu þanga og þeir gera það ekki, þá getur ekki bara trompast bara kastaði fjastringu já, þannig að það var svolítið gaman að fylgjast með honum sko, því að hann misti sér stundum svo, veist, því að þetta var ekki besti flokkurinn sko, þannig að þá þarftu svolítið að bara leifa mönnum að veist, gera mistök og svo reynur þau bara aftur og getur bara verið svolítið erfitt þannig að en fyrir svona passionate gæja það var en það voru einhverjar mömmur og pappar svona og fyrir brjóstið á þeim en toppdrengur algjör hann var lausu, allra besti öll lið sem er að hlusta á hann þátt næla sér í hann takk já, ég held að vera að segja frétt nei, hann er á föstu sko, já, hann er á lausu sér þjálfari en hann er ný fastur sem konu Guðrún tók andkóð held ég bara einn íslensku þjálfari til að fá sér rautt eða kaldan með eftir leik bara vel einn íslensku þjálfari beint eftir leik já, þeir eru Óli Jó til að mynda, ég veit ekki hvort hann drekki rautt en Óli Jó er örgulega mjög skemmtilegur það er alltaf gaman að hætta Óli Jó en ertu ekkert að fá þig kaldan með þjálfurum eftir leika? Veist, það hefur ekki verið svona þetta var svona einhvern tímapunkti þegar ég var í Blikunum þá kom þetta að þá vorum við búin að byggja til þjálfarherbyggju, vorum með bjór þar og buðum upp á og eitthvað svolítið kom, þetta var svona eitthvað, ég man að Gústi byrjaði þetta líka hjá þegar hann var í Fjölni en þetta er ekki orðið svona algilt sko viltu ekki líka bara drífa þig heim þegar þú búin að tapa ef þú tapar þá er þetta ekkert rosalega ekki fá okkur kallan líka þegar er orðið svona mikið undir þá eru menn ekkert svona bara í chillinu bara fara að ræði eitthvað tísan að klikka hann á færinu þetta er náttúrulega að vera rauðspjald þá ertu bara ekkert alveg í gírnum í það sko. nei, ég trúi því þannig að þá ertu bara drullu fúll og veit bara koma heim og fara að analysa leikinn og verða brjálar í smá tíma og þannig að þú er búin að ná því út úr systeminu það er alltaf svona næsta æfing og áfram gakk sko en það eru margir örgulega skemmtilegir ég menna ég tók allavega einu svona tvitsar í Valsheimilinu þá kom Heimir upp Heimir er alltaf hress og svona alltaf lett í Heimir sko skemmtilegu gæi Óli Jó alveg 100% það er að Bjössi Hreiðast var náttúrulega flott teimi þannig að en það var bara svo lítið ég get ekki ég sé til dæmis ekki eftir Víkingsleikin 2-2 að ég fari á setjast nefn með Arnari og spjalla eitt rautt það var ég meira að vera skvett á menn eða Arnar og Óskar saman eftir já, ég sé það hvað er þetta að bjóða upp á veit það ekki alveg þetta er svona þetta er alveg venja England er þetta mjög algengt að svona eftir að ég held að það sé ekki eftir öllu leikjum ég er ekki vissum að Arsene Wenger og Alex Ferguson og Mourinho hafi verið eitthvað svona í einhverju tjúti sko nei
Eiga Víkingar möguleika gegn gríska stórliðinu? Ég held, sko, það væri gaman að segja já. En ég held ekki. Ég sá eitthvað þarna, ég sá leik þegar þið töpuð illa Panathinaikos á móti Chelsea, en þá sá maður samt sko hvað eru góður í fótbolta, þeir voru að halda boltan og taka, og á móti Chelsea. Já, þessi munur bara þar að Chelsea náttúrulega með alvöru og þeir geta refsað sko, svo líka það að Víkingur að koma núna hérna, að byrja valla búin að spila einhverja leiki sko, búin að spila eitt leik núna saman, restin var bara annan flokkur, þannig að það er ekki að hjálpa þeim, þeir eru ekki prime, og þannig að ef þeir gera eitthvað, ef þeir ná bara að búa til leikur þá er það geggjað. Ég vona innilega að það veri leikur í Aþenu, það verði ekki 3-0, þannig að það er svart og hvít að fara að spila á fullum velli þar, heldur en að spila í Finnlandi núna. Þannig að ég vona bara innlega að þeir ná að gera leikur í þenn, en ég held að þetta sé orðið og stórt út, komin þarna kannski lið sem með, ég veit það ekki, 40-50 milljónur evra budget á leikmannahóp, og Víkingur er með, ég veit ekki, 300-400 milljónir ef þeir eru konin í það mikið. Já, isk. Þetta er kannski eitt leikmaður hjá Panathinaikos, ég er örugglega launaðast yfir með 2,5 milljónir evra netto. Sverrir Ingi er örugglega með hærri launum allt Víkingslið sko. Það geti alveg verið. Hann geti verið með 1,5 milljón. Þannig að hann er konið 200 milljónir netto. Það er meira heldur en það er bara brútt og það sem þeir eru að borga í launin sko. En að því sögðu þá er allt hægt í fótbolta, en mér finnst þetta samt vera stórbiti, þannig að ég sá núna liðið hans þeir spiluðu við á þeir spiluðu við liðið hans Gumma Tóta, kjörði jættefli en ég veit að AEK datt út á móti þeim, en AEK var með boltan 75% í leiknum og miklu betri en dett út, og það var náttúrulega aftur bara að reka þjálfarana því að það var bara neisa. En þar sér maður líka, það er rosalega munur, ekki miklu betri, en þannig ég held að Bilis ég bara orðið svolítið, en ég vona einnilega að þeir nái góðan leik sko. En ég held þetta að vera strögg líka út af því að þeir eru að koma hérna úr svona að byrja á undirbúinum. Það er ekki að vera með þeim. Nei, það er aðeins annað að mæta Fjölni í Eiðsvöllinu og mæta Panathinaikos. Það er einn af þessum fallegur hlutum við Evrópukeppnina, ef við komumst ekki svona langt eins og við höfum gert núna, þá höfum við verið í leikformi á meðan hinliðin hafa kannski verið í kósi. Núna er þetta öfugt. Þetta er ekki alveg að falla með það. En hvað veit maður? Svo ég tala um ykkur að Grikki eftir þetta kom, og þess að maður hefur kannski mestar svona áhyggjur fyrir þeirra hönd, að þeir fari með eitthvað, sem um því Íslendingum, sem er ekki eins og í leikformi, þetta eru bændur. Já, þetta verður bara eitthvað, ég ætla bara ekki að meða mig. Vonandi hugsaði það. En Finnlandi kultanum, það getur vel verið. Já, ég meina bara, við höfum bara komast í gegnum þetta, en auðvitað ættu þeir eru komnir hingað, þeir hljóta þá geta eitthvað, ef þeir hugsa. En þetta er kannski eitt teik sem við langar að taka frá Arnari, sko, það er deila núna milli KSÍ og Víkinga. Finnst þér að KSÍ að vera að borga Víkingum fyrir að við erum ekki með fucking völl til að spila þennan leik? Já, ertu að minna að KSÍ ætti raunar að gera það, að það sé ekki völlur hér á Íslandi. Eiga Víkingar að borga fyrir þetta? Já, mér finnst náttúrulega bara fyrst og fremst að það eigi að vera hér þjóðarleikangur, það er kannski ekki beint KSÍ, það er náttúrulega, er það ekki bara ríkisstjórnin og borgin og sjá til þess að sé alvöru völlur, það sé allavega eitt völlur. Þetta er alveg vandræðalegt. Þetta er það. Í Færeyjum eru með völl. Mér finnst þetta grátlegt að við þurfum svona til Helsingi. Já, mér finnst þetta að það skuli ekki vera búið að kippa hluturum í lag, að vera með eitt völl þessum með alvöru ljós, allt leifilegt. Það er fínasta veður úti núna sko. Já, það er bara ekkert mál að spila. Þannig að mér finnst þetta, ég spilaði með AEK í Moskvu í febrúar og þegar við komum þá var völlurinn frosinn sko, það var ekki gervigras. Það var bara þannig að þá æfðu á, það var bara basically, það var bara búið að setja heitt vatn á smá hluta á hann og hann var basically frosinn, en það sem þeir gerðu, þeir
þeir settu vatn á bara fyrir leikinn og svo var þetta bara mold og spiluðum bara, ég held þetta var í 8. úrslitum í Evrópukefni bikara þannig að þetta alveg hægt þannig að það tekur smá stemmingun úr þess að vera eitthvað að spila í Helsinki mér leiðilegt bara því að þetta náttúrulega fyrsta skipti sem Íslandslið kemst í svona eftir áramót eitthvað, fyrir 16. úrslitið ekki er þetta ekki, umspilsleiku fyrir að komast í 16. sem er rosalegt sorglegt, rífa sig í gang já, kannski einn furðulegur móli í lokin það er strákur frá Suður Afríku að leigja hjá mér og sko, hann var að vinna á KPMG í 3 ár sem er ráðgjafi og hann var að fá held í 15-falt minna borga en hann er að fá núna sem hótelstarfsmaður bara í barista á Edison punkturinn er sá 15-falt minna sem bara sérfræðingur á KPMG en í Höfðaborg eru þið með 55.000 manna leikvang þeir voru alltaf með HM þar þeim tókst það, já reyndar við þurfum líka að halda HM þú ert komin í Suður Afríku það er rosa fótbolta þjóð sko já, það alvöru lið, Ajax, Cape Town og fleiri hana er þeir með Ajax, Cape Town? Já, skemmtilegt þannig að þú vilt fá 55.000 ég ætla að stela einn með viðbót já, gangt í bæinn herri, það er bara nánast komið að lokum ég er kannski bara rétt minni á Subway og þetta glænýr vefur hjá þeim og hann getur skipa röðina Arna, hver er þinn bátur á Subway? Ertu túnfiskall? Nei, bræðingur sterkur ítalskur ég er í bollunum kjötbollunum? Já, kjötbollunum já sleppi bröðinu segur, ánæði með þig ekkert bröð ég veit að hlusta á okkur bollur nei, með bröði sko já, sjálfsög nei, ég ætla bara að fá kjötbollur djöfn herri, Birkir, nema þú sett með eitthvað að loka? Nei, bara Arnar, takk kærlega fyrir kvöldi og takk fyrir alltaf jafn skemmtilegt frábæra framsög og gangið sem allra best og við sjáumst eftir nákvæmlega 1 ár volandi á kýpu með einhvers staðar framöndi það gæti gerst, maður veit aldrei Takk fyrir kvöldi, takk fyrir komuna